Nei. Þannig að það sem var kannski svona óþægilegast fyrir mig var þegar ég gerði 2 þætti undirheimana. Þú veist, ég fékk einkasamtöl með hæst settu glæpamönnum á Íslandi. Þeir voru ekki tilbúnir til að koma í mynd, en þeir voru að láta mig hafa alls konar upplýsingar. Og það einmitt enda með því að ég fer að fá hótanir þegar að menn höfðu ekki séð umfjöllunina en viss að hann væri að fara í loftið, því ég var búinn að taka viðtölu við marga og búinn að eiga samtölu við marga, þannig að það fer að kvísast út. Þá man ég eftir einu augnabliki þar sem ég fæ símanúmer frá úr fastlínunúmeri Litla-Hrauni, sko. Og maðurinn er að segja við mig í síman, Sölvi, þetta verður þitt síðasta verk. Sölvi Tryggvason, velkomin í þáttinn. Þakka fyrir. Það er gaman að fá þig. Þú er búin að vera að stefna þessu núna í einhvern tíma. Já, bara mjög gaman að koma. Já. Mjög gaman að koma. Ég verið að hrósa þig fyrir flott lúk á þessu hjá þér. Já, takk fyrir það. Það er gaman að heyra það. Glæsilegt. Maður reynir svolítið að svona skera sig úr frá öðrum podcastum. Já, algjörlega. Ég tók eftir því þegar ég fór að sjá klippinda frá þér, sko. Fyrsta sem ég tók eftir var lúkið og þá hugsa maður einmitt að ég er mikið búinn að stúdera þetta podcastdæmi allt. Já. Og það er kannski 85% af kostnaðinum og veseninu er við myndina, en 85% af consumptioninu er hljóðið, sko. Einmitt. Þannig að það er freistandi að vera bara með þetta hljóðið. Já. En eins og til dæmis hjá þér, sko, leið þú sérði eitthvað þar sem þetta stækkar svo ásýndina, að vera með viðmælandan í mynd og geta verið að gefa klippur og sérstaklega ef að lúkið er gott. Já, einmitt. Já, nýtum mér klippur náttúrulega gífulega mikið til að fá fólk til að smetla og fara svo að hlusta á þáttinn, saman hvort að það sé mynd eða hljóði. Nákvæmlega. En núna ert þú náttúrulega sjálfur með eitt staðsta podcast landsins og einn þekktasti fjölmiðla maður landsins. En hvernig svona hefst ferillinn hjá þér? Förum aðeins tilbaka. Fjölmiðlaferillinn? Já. Sko, það er svona margt í mínu lífi, þá var þetta kannski svolítið svona, ég ætla ekki að segja tilviljanakennt, en samt pínu tilviljanakennt. Þannig að ég hef verið svona, þú veist, það er þetta gott þegar ég spurður út í svona, þá sé ég að ég er svona karakter sem hefur viljað hafa alla möguleika að opna. Þannig að þegar ég er í menntaskóla þá valdi ég raungreinabraut frekar en félagsfræðibraut af því að, sko, leiðu ég væri búin að velja félagsfræðibrautina þá gæti ég ekki mennta mig lengur í raungreinunum. En ef ég myndi fara raungreinabrautina þá gæti ég samt mennta mig í félagsgreinunum, sko. Þannig að svo þegar ég búið með menntaskóla þá ég einmitt svona á krossgötum, vissi ekki alveg hvað ég vildi læra í háskólanum, ákveða að fara í sálfræði og kláraði, en vissi samt að mér langaði ekki að verða sálfræðingur. En það var eitthvað sem sagði mér að þetta myndi nýtast mér vel. Vissi ég væri að fara að vinna með fólki á einhvern hátt og þetta myndi nýtast mér vel. Þannig að svo sálfræðinámið mitt búið og þá hafði ég velt fyrir mér að fara í framhaldsnámi í sálfræði og þá verandi kærasta mín átti 1 ár eftir í sínu námi og þá ákvað ég að við höfum verið að hugsa okkur að fara út ári síðar, sko. En ég ákveð þá að nota þetta ári að fara í eitthvað sem heitir hagnýtt fjölmiðlun sem varð síðan mastersnám í fjölmiðlafræði. Já. Þannig ég fer í þá 1 árs framhaldsnámi í háskólanum í fjölmiðlafræði og þá var bara svona einhvern veginn lógískt þegar það var búið í, hvað er þetta, apríl, maí, að þá sótt allir sumarstarf á fjölmiðlunum. Og mér var boðið starf bæði á Fréttablaðinu og Stöð 2. Og fyrsta instinktið mitt var að fara á Fréttablaðið. Ég sagði, þú veist, að ég var alltaf svona frekar introverted og feimin og góður með texta, sko. Þannig ég sagði, en ég hringdi í nokkra aðeila sem ég treysti og þeir sögðu allir við mig að það er meira tækifæri fyrir það að fara í sjónvarp. Já. Og þannig ég þigg starfið á Stöð 2 og ég er þar í sumarafleysingum og síðan buðu þeir og það var bara óbúslega gaman, sko. Man dauðstressaður fyrstu vaktirnar, sko. Já, ég trúi því. En bara mjög gaman og síðan mér boðið, þannig að þegar mér boðið áframhaldandi starf eftir sumarafleysingarnar að þá var eiginlega bara einhvern veginn, þú veist, ég hafði aldrei upplifað að hafa svona gaman að hvorki námi né vinnu. Þannig að þetta var svona í fyrsta skipti sem ég hugsaði, herru, ég bara, þú veist, ég myndi eiginlega bara þess vegna vilja að vaktirnar væru lengri og ég var að hugsa vinnuna mína þegar ég kom heim á kvöldin og fannst þetta bara þannig að það er eiginlega þaðan sem þetta svona byrjar allt, sko. Já, síðan, hvaða ár var þetta?
Þetta 2000 og sumar aflýsingarnar fer í 2004. 2004. Þannig að svo ég ráðinn í morgun, þá var morgun, Ísland í bítið var þá í sjónvarpi og þá var alltaf fréttatímar á hálfatímanum, það var fréttatímar klukkan 7, hálf 8, 8, hálf 9 og 9 og þá kom sá sem var í því inn að lesa fréttirnar. Já. Þannig að það aftur var líka svo góð reynsla að fullt af fólki sem að þú færið vinnu sem fréttamaður og þá ertu svona þessi típiski, þú veist, með mikrofónin, með stand-up ekki stór út í bæ og tekur viðtöl við eitthvað, en að fá að vera í beinni útsendingu að lesa fréttir svona ungur var mjög, af því það þó að það sé, þó þú sért ekki að lesa kvöldfréttir á RÚV, þá samt sama, þetta high pressure situation að því þetta í beinni útsendingu. Einmitt. Og það var samt sko fyrir tíma samfélagsmiðla, þannig að maður hafði kannski aðeins meira leverage til þess að klikka. Já. En samt manni leið eins og bara það má ekkert fara úrskeiðis hérna. Þannig að það var frábær skóli að og síðan fer ég líka í erlendarfréttir og ég meiri sér að prófaði að taka íþróttafréttavaktir. Já. Þannig að ég eiginlega, þegar ég hætti á Stöð 2 þá hafði ég prófað, ég var ofta að grínast í honum Sigga Stormi að hann yrði að leyfa mér að taka eina tvær veðurfréttavaktir sko. Til þess ég fengi að prófa allt. Það var það eina sem ég átti eftir að gera ég hafði verið líka að sjá útvarpsþætti og fengi að vera í útvarpinu, það var svo gaman að fá að prófa alla flóruna af fjölmiðlum sko. Svo kom NFS, ég veit ekki hvort þú manst þetta því, nýja fréttastöð. Já, eitthvað aðeins. Það var tilraun sem að var mjög háleit að vera með 24 tíma fréttastöð á Íslandi. Að þá átti að vera bara rúllandi útsending, fréttaútsending allan daginn, ekki alveg 24 tíma en frá 7 á morgnana til 10 á kvöldin. Og þá aftur vorum ég og hann Sindri sem ennþá á Stöð 2 og þá vorum við mest megnis að skipta á mill okkar, þá voru fréttir einmitt 7, hálf 8, 8, hálf 9, 9 alveg til 5 á daginn. Já. Þannig að mér taldist til sko að þetta voru í 11 mánuði sem að þessi stöð lifði. Þá sko ég var búin að lesa mörg hundru fréttatími beinni útsendingu. Já. Og aftur, þú veist, manni leið stundum eins og maður geti talað í eintölu við áhorfandana því að það verður það fáir að hlusta sko. En þetta samt bein útsending. Einmitt. Og ef þú ert að klúðra þá getur það enda sem eitthvað YouTube-klippa sem ekki skemmtileg sko. Klipp og mannst eftir og talar hann og fer í sumaraflýsingu og fer bara beint í byrjar að þá fara bara beint í bein útsendingu. Nei, sem sagt, sko í raun og veru þá ég bara í svona hefðbundum innlendum fréttum þar sem að maður þú veist, og þó virkar þetta þannig að þú ert kannski fær 2 til 3 fréttir hverjum degi og þá hver frétt kannski 1 til 2 viðmælendur, mögulega þú að taka eitthvað smá stand-up, þetta svona 2-3 mínútur og þú veist að klippa síðan fréttin og hún birtist í kvöldfréttatíman. Fyrsta beina útsendingi mér var verslunarmannahelgina, þá stóð ég í Ártúnsbrekkunni og það var umferðin út úr bænum og viðtal við eitthvað lögreglu varstjóra og eitthvað svoleiðis sko. Já, manst eftir tilfinningunni við það að vita að væri í beinni. Já, ég man eftir því. Það voru skrítið sko, þetta hljómar einhvern veginn svo, þegar maður komið með svona mikla reynslu þá hljómar þetta, en ég man bara einmitt að tilfinningin einhvern veginn bara eins og sért bara í hvað ætti maður að, hvað væri eins og sért bara eins og það hefði verið í beinni útsendingu og tali með Hemma Gunn þegar 90% af þjóðinu að horfa. Já, það bara allir að horfa. Já, þú veist, það maður sér náttúrulega seinna að það öllum drullu saman og það enginn að pæli þér. En þegar þú settur í svo stöði í fyrsta skipti þá líður þér eins og sé allir að pæli þér, sko. Já, einmitt. Þannig að ég man alltaf eftir mér þótti mjög vænt það daginn eftir þegar ég mætti á fréttavakt að þá voru 2 eða 3 svona reyndari fréttamenn sem sögðu við mig, það var alveg bara sjaldan síðan nýliða púlaða jafn vel off að vera í beinni útsendingu. Já, einmitt. Og ég upplifi pínu stundum eins og það svitsist eitthvað í heilanum á mér þegar ég settur í hápressu aðstæður að þá delivera ég oft best. Já. Þannig að þegar ég síðan seinna, við komum kannski inn á það fer inn á Skjá 1 og með spjallþætti þar, þá baði ég að þeir eru í beinni útsendingu. Já, baðast það? Já, því mér fannst eins og sko leið og ég vissi að það væri hægt að taka upp aftur. Já. Og leið og viðmælandum ég vissi það líka. Já. Þá væri eins og svona allir yrðu aðeins meira á tánum. Já, allir aðeins minna á tánum. Já. Meira á tánum með úr því beinni sko. Já, einmitt. Þú vildir hafa alla á tánum. Já.
Já, einmitt, ég get ímyndað mér að fara í svona beina útsendingu og að það sé rosalega þróskandi. Já, einmitt, það þarna síðan hefur þetta náttúrulega breyst svo mikið, sko, þú veist, fjölmiðlarnir hafa breyst svo mikið, þetta ennþá á tíma þar sem að, þú veist, þar sem að það var dálítið RÚV og Stöð 2, Já, þú veist, þarna 2004, 5, 6, ég þarna til 2008. já, En einmitt, NFS-ævintýrið mikil hérna hafa mjög brött hugmynd, sko. Mjög brött hugmynd, það var sturtað mikið af peningum í það verkefni já, og hérna, ég man á fyrsta fundinum var þetta Gunnar Smári og Jón Ásgeir. Gunnar Smári var í raun og yfir og Jón Ásgeir var náttúrulega eigandinn og þá var sagt, sko, hér ekki verið að tjalda til minna en 5 ára því við gerum okkur grein fyrir því að þetta tekur tíma. já, Það var búið að loka sjoppan eftir 11 mánuði, sko. Af því það einhver sem langar að halda áfram að henda peningum í ruslatunnuna. nei, einmitt. Ísland ekki nógu stórt land til að vera með Nei, frétta útsendingar í 17 tíma á dag, sko. já, það bara ekki nóg hlutum að gerast kannski, eða? Nei, og hérna ég man alltaf eftir, það var alltaf verið að bíða eftir hvenær kemur breykið, sko, hvenær kemur að því hugmyndin var, sko, að þegar að það kæmi eitthvað stórt, þá væri búið að vera teströnna það mikið beinar útsendingar og að þá stóra hugmyndin var að fólk neytandinn þegar myndi gera stórir atburðir, þá myndi neytandinn fatta að það væri betra að horfa á NFS heldur en RÚV. Já, Og módelið var svolítið CNN sem var til, CNN var í raun og veru þá fyrsta svona 24 tíma fréttastöðin sem var rúllandi í Bandaríkjunum og hún var dálítið til í fyrra Íraksstríðinu. Því þá kemur allt í einu eitthvað sem að gerast og fólk að horfa, veist, og meðan að hefðbundnu stöðvarnar, það bara 1 fréttatími eða 2 á dag, einmitt. en þarna varst þú bara með og þá næst þegar eitthvað stórt gerist þá ferðu frekar á CNN heldur en það sem þú varst að vanur. Já, En ég held að með þetta neytenda mynstrið á RÚV á Íslandi það mjög lífseikt inn á RÚV, sko. Að hérna, það ennþá bara svo stór hópur af fólki sem vill horfa á kvöldfréttina sínar á RÚV klukkan 7 einmitt. og ekkert að fara að breyta til. Nei, einmitt. En þú varst þannig í sjónvarpi og segir hvað til 2008 og slíka með Ísland í dag, var það ekki? Jú, ég raun og veru í fréttum, meður og minna mitt flakka erlendafréttir, morgunfréttir, innlendafréttir og svo 2007 ég ráðinn inn í Ísland í dag. Já. Og eftirminnilegasta tímabilið þar var eiginlega þeirra hrunið í september 2008 því þá svolítið sérst, sko, Svanhildur Hólm sem var yfirmaður minn á þeim tíma og var ritstjóri Íslands í dag. Það var svona smá millibilsástand á þættinum þannig að, sko, þá voru ég og hún og svo Sigurlaug Margrét sem núna með mjög góða spjallþætt á RÚV. Já. Og við vorum bara 3 í þættinum og Sigurlaug, sko, hennar sérsvið var ekki pólitík þannig að hún tók ekki pólitísk viðtöl. Þannig ég og Svanhildur vorum í raun og veru þá bara einu í þeirri stöðu og svo Svanhildur akkurat þarna á þessu tímabili sko, man ekki alveg, hún var bara einhvern veginn farin að hugsa sér til hreyfings, bara að fara að gera eitthvað annað. Þannig að ég allt í einu í þeirri stöðu í hérna byrjun hrunsins, að þá ég allt í einu í þeirri stöðu að það bara hrun í landinu og það bara á mér að taka öll, því þá voru bara öll viðtölin í pólitík. Já, já. Þannig ég man eftir einni viku þarna þar sem ég hugsaði mitt, þú veist, hvert ég að fara héðan, sko, í að klifra eitthvað stigana því þá hafði ég tekið í einni viku hérna forsætisráðherra, forsetan og utanríkisráðherra og það var eitthvað álíka, sko, þetta var hérna, þú veist, það var Ingibjörg Sólrún utanríkisráðherra, Geir Haarde forsætisráðherra, Ólafur Ragnar forseti. Við höfum búin beinar útsendingar, sko, kvöld eftir kvöld þar sem maður og áhorfið var náttúrulega mjög mikið á þessum tíma því það voru allir að pæla í hvað var að gerast. Alþjóð og gjaldeyrisjóðurinn komin í landið og eitthvað svona, þannig að það var mjög áhugavert að vera alltaf í þessari stöðu að ég var bara einhvern veginn að taka allir þessi viðtöl í þessu umhverfi og þá hugsaði maður að það ekkert víst að þetta endurtækir sig, sko. Nei, einmitt. Og þá var ég 28-9 ára gamall. Já, var svona ungur. Já. En hvernig var eins og þú veist vinnutími við það að vera að vinna í sjónvarpi? Talar öll þessi viðtöl. Sko það hérna, ég veit ekki, ég myndi segja mestu mínúturnar og álagið á einhvern nátt var þegar ég var í morgunfréttunum, sko, því þá var maður ungur og gráður og ég var með hérna Gissuri Sigurðssyni, blessuð sé minning hans, sem var svona minn mesti mentor í fjölmiðlum og hefði ekki getað hitt og betri mann að hérna,
hann þá að skrifa innlendu fréttirnar á morgnana og ég erlendu og svo hann að lesa fréttirnar á Bylgjunni og ég les þær í sjónvarpinu. Já. Og við ákváðum svona, þú veist að því eins og ég segi, ég var hungur og graður að ég vildi gera vel, að ég byrjaði að mæta eins fyrr. Hann hafði alltaf verið að mæta 5:30 mann rétt og við svona gerum samkomulag á milli okkar ef ekki að færa þetta til 5, sko. Þannig að þá var maður vaknandi bara 4:15. Já. En ekkert í sérstaklega góðri rútínu í hinum endanum, sko. Þannig að á föstudögum var maður bara orðin mjög vansvefta, sko. Búin að vera bara keyrandi á einhverjum 4-5 tímum alla vikuna. Já. Og svo nefnilega buðust mjög oft aukavaktir, sko, að þegar morgunvaktin var að klárast klukkan 9, að þá var manni kannski, það er einhver veikur á fréttavaktinni. Og þá tók maður bara aukavakt og var til 7 kvöldi, sko. Já, einmitt. Þannig að síðan þegar ég komin í Ísland í dag og þeim tíma þá kannski aðeins meira svona þá byrjaði ég líka að fatta sem ég held alveg ég heiðri í dag að minn mestu undirbúningu fyrir viðtal að vera vel stemdur. Já. Þannig að í staðinn fyrir að ég sé að liggja yfir að lesa eitthvað þá bara þarf ég að fara í ræktina. Já. Það get ég gert þess að vera í optimal state þegar ég að fara í viðtali. Vera jafnvægi sjálfur. Já, en ég byrjar að fatta það svolítið að þú veist, þetta snerist ekki klukkutíma við að vera finna spurningar og undirbúa sig, heldur, þú veist, það auðvitað hluta þessu. Já. En stór hlutaði líka var kannski að klukkan, þú veist, ef útsendingin að klukkan 7, að klukkan 4:30 að kunna bara að stíga burtu frá vinnunni og þú veist, fara í ræktina og þannig að maður væri vel stemdur þegar að kemur síðan að því að taka viðtölun. Já, hvað var til þess að fatta þetta? Ég held að það hefði verið bara svona tímabilið þegar ég fór að pæla meira í heilsu og fór að gera meira þetta sama sem merki á milli bara ef ég hangi svona lengi fyrir fram á tölvuna þá líður mig svona. Ég held að sé að ég hef pælt svo mikið í þessum hlutum, sko, en ég held að sé fullt af fólki sem ekki kannski endilega að gera mikið þetta sama sem merki, sko. Nei, einmitt. Það er svolítið bara fast í að gera bara. Já, einmitt. Já. Þannig að því einmitt að hluti af því sem ég finn einmitt ennþá sterkar núna þegar ég er með svona löng viðtöl og podcast að ef að viðmælandi mætir inn í rými hjá mér, mjög stór hluta minni vinnu að sérstaklega svo tegunda viðtölum sem ég að taka, þar sem að fólk kannski að opna sig aðeins og tala sjálft sig, þá verður að líða vel í rýminu sem þú veist, og þá finnst mér hlutverki, ég sé kannski einhver sem að koma inn og hann að koma í streitu. Já. Og þá mitt hlutverk að þú kemur inn í rýmið að þá allt í hennu upplifur bara, já, heyrðu, það er næs að vera get slakað hans á og aftur það kannski bara fyrstu 10 mínútur af viðtalinu ómeðvitað vinnan mín bara fara í að afstressa þig, sko. Einmitt. Þannig ég svona, þú veist, betur og betur að átta mig á því hvaða mikið af ómeðvituðu skilsetti við að vera að taka svona viðtal, sko. Þú veist, maður heldur einhvern veginn oft þetta sé bara snúist bara spurningarnar. Já, einmitt. En oft þetta bara alls konar aðri hlutir. Stundum finn ég að ég þarf að uppa tempóð í viðtalinu og þá spyr maður á ákveðin hátt, kemur oftar inn sjálfur. Stundum þarf maður að hægja tempóið. Þú veist, þannig að maður er orðin bara ok, ef þetta viðtal að fara að vera í klukkutíma þá erum við að fara að vinna með þetta tempó, ef það er 1,5 tími þá er þetta tempó. Og þetta er allt bara ómeðvitað nema ég fara að pæla í því. Sem þú búin að þjálfa það bara í. Í raun og veru, sko. En hvað myndir þú segja að væri, þú veist, frá því að vera að taka viðtal í svona beinni útsendingu og fara yfir í svona podcastform eins og þú ert að taka núna í dag, hver svona helsti munun á þessu tveim? Helsti munurinn að, sko, þegar maður er búin að, kannski ég aðeins bæjast að því að ég, þú veist, bæði eftir það sem ég fer í gegnum með þessa kanseleringu og prófa að vera hinum yfir borðið þá ég kannski pínu svona þessi mainstream fjölmiðlar, ég er ekkit, þú veist, ég á alveg auðvelt með að gaggrina vinnubröðin, þannig að kannski helgast það líka svolítið að því, en mér þegar að prófa podcastformið og hlusta mikið á podcast sjálfur, þannig að bara þetta 10 mínútna form bara rugl. Það gengur ekki upp. Þú veist, ef þú ert flinkur stjórnmálamaður og þú veist þetta eru 10 mínútur, það getur bara snúið út úr í 10 mínútur. En ef þú mætir eitthvað, eins og maður sá núna fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum, bara það að Trump mæti til Joe Rogan í 3 klukkutíma, þú getur ekki falið í 3 klukkutíma. Nei, það er svolítið erfitt. Og hugsa maður skilur eins og bara ef að Kamala Harris hefði mætt til hans, þá hefði maður örugglega fengið að kynnast henni betur, sko. Já. Skilur, það er, og sumir vilja meira vera í hinu forminu, sko, og sem einmitt spyrill að þá, þú veist, ferð talandi tempó, sko, að það bara, maður kannski að taka eitthvað mjög mikilvægt viðtal við eitthvað ráð þeirra í rauninu,
en ég bara veit, það ykkur í eiran á mér, það 7 mínútur eftir, það 5 mínútur og það bara ég, þú veist, þá ég bara að spurja mannin eins og vélbyssa, skilur og hann næri ekkert að koma að því sem hann langar að koma að því ef þú ert svo í sletti svona artikuleita hugsanir þínar, að þá þarftu rými til þess, sko. Einmitt. Og líka oft finnst mér besti hlutin af podcastviðtali á sér oft stað þegar það eru 30 mínútur liðnar eða 50 mínútur liðnar og þú hefðir ekki geta náð því moment í podcastinu nema þú hefðir haft þessar 40 mínútur á undan. Já. Þú hefðir aldrei getað bara, það hefði geggjað bara náðum þess á fyrstu mínútur, það hefði ekki getað gerst. Já. Þú þurftir að sitja með manneskinu og tala í allan annan tíma til að ná henni nákvæmlega þennan punkt. Já, það er enda mjög góða punktur. Það er mjög góða punktur. En þannig að við förum aðeins yfir þetta svona ferilni á þér í tímalínu. Þú ert þannig hvað til 2008 hjá Stöð 2. Já. Hvað er það svo sem að tekur við eftir það? Sko, ég er í raun og veru eina skiptið á ævinni sem ég er rekinn. Og það var áhugavert, áhugavert að ég vil meina og það var alveg mjög margir sem sögðu það við mig að ég hef verið að vinna mitt besta starf fram að því í fjölmiðlum rétt áður en ég var rekinn. Já. Það var sem sagt verið að skipta stjórn í fyrirtækinu og ég ætla ekki að gera lítið úr því, það átt að skipta áherslur, þannig að það átt að létta Ísland í dag, gera það meira svona dægumæla þætti, það hafði verið mjög pólitískt þannig í hruninu og allt þetta, en undir lokin, í desember 2008, þá er ég komin að því ég er búin að taka svo mikið af viðtölum og það fer að sturtast til mín, bara heimildamenn, það er alls konar menn úr fjármálakerfinu og bönkunum og lífeyrissjóðunum og stjórnmála bara gefa mér nafnlausar upplýsingar og ég var í raun og veru farin að geta spurt spurningar sem að ekki margir gátu spurt, Þannig að ég vil ekki vera með einhverja samsæriskenningar en það gerist þannig í lok desember, þá er ég með Geir Haarde þáverandi forsætisráðherra í viðtal og þá hafði ég fengið bara óyggjandi upplýsingar að það hefði átt sér stað mjög misjafnir hlutir í lífeyrissjóðunum. Þeir höfðu verið að fjárfesta í fyrirtækjum og það hafði verið, menn höfðu verið að bjóða þeim í 5 stjörnu ferðir þar sem alls konar hlutir hefði átt sér stað og svo höfðu verið að taka myndir af þeim og svo kemur þú heim til Íslands eftir viku eða 2 og bara ætlar ekki að fjárfesta hjá mér. Og þú ert alltaf komin í þá stöðu að menninni bara eiga eitthvað á þig, Já, einmitt. Og ég var bara með þessar upplýsingar algjörlega óyggjandi. Þær komu bara frá aðilunum sem að höfðu verið að skipuleggja þessar ferðir og höfðu verið með mönnunum og ég var bara með upplýsingar sem að, þannig ég spyr Geir Haarde út í þetta í beinni útsendingu. Já. Og síðar fékk ég að vita að formaður félags lífeyrissjóða í Íslandi hringir í Geir korter eftir viðtalið og spyr hann bara hvaðan hefur hann þessar upplýsingar. Ég get sagt þetta núna, Geir sjálfur sagði mér þetta, að hann hefði fengið þetta símtal. Og ég fekk líka upplýsingar að í stjórn fyrirtækisins var bara verið að ræða mig og það bara þetta. Ég sé það, ég var svona einhvern veginn, þarna var ég einmitt í kemin í fjölmiðlan og held að fjölmiðlar snúast bara að reyna að upplýsa sannleikann. Já. Ég var örugglega mjög gullible að halda að maður gæti bara verið í þessum gír, Þannig að ég er rekinn 9 dögum eftir þetta viðtal, og bara án nokkur að fyrirvara. Já. Hvað er það sem þú spyrð hann að? Ég spyr hann bara, veist þú til þess að yfirmönnum íslenskara lífeyrissjóða hafi verið mútað? Já. Og það kom svona fát á hann, ég held þetta viðtal sér til á YouTube, og hann segir, ég vil nú ekki vera að fara með einhverja dylgjur í þessu, ég er bara með algjörlega óyggjandi upplýsingar þetta. Og mig grunaði mitt að, þú veist, hæst setta fólki í stjórnmálunum vissi þetta alveg líka. Og þú veist, aftur, ég ætla ekki að vera með einhverja samsæriskenninga, getur vel verið að það hafi bara átt að breyta Íslandi í dag, en þarna á þessum tíma, þetta var rosa högg fyrir mig að vera rekinn, því ég var í svaka stuði og að gera góða hluti og allt þetta. Og ég fekk símtöl frá fréttastjórum og RÚV og bara yfirmönnum í fjölmiðlum sem höfðu unnið við fjölmiðla mjög lengi sem sögðu bara, ég er búin að vera að fylgjast með þér og þú veist, það er engin séns að sé verið að reka það því þú hafir ekki verið að standa þig vel. Já. Og ég sjálfur vissi það alveg. Þarna hafði ég verið í fjölmiðlum í 5 ár og þarna var ég að eiga mitt besta rönn rétt áður en ég var rekinn, alveg 100%. Þannig að það var áhugavert og talandi mitt að við komum kannski aðeins á eftir inn á þetta cancelleringadót alltaf. Þarna fæ ég svolítið fyrsta höggið, þú veist, sem er svona að maður horfir á fólk sem maður lítur upp til, hvernig bregstu við mótlæti. Og þetta var rosa högg fyrir mig, ég hefði unnið á þessum vinnustæðum, þótti mjög vænt fólkið og það var bara, þú veist, sem er eðlilegt, þú veist, að sjá
mikilvægan þátt í beinni útsendingi, þá ertu ekki að fara að vinna uppsagnarfrestin Nei. og þú veist, þannig að það er bara, heyrðu, þú er bara að taka dótið þitt og þá loka fyrir tölvupóstinn minn Bara strax. Já, bara 2 dögum seinna komst ég ekki inn á tölvupóstinn minn. Já. Þannig að þetta var allt svona pínu, ég fór næstuði í svona eitthvað samsæris. Já. Ég fannst þetta allt mjög skrítið, sko. Þetta var mjög brútal hvernig var staðið að þessu. Og en einmitt, þannig ég fer og vorkenni sjálfum mér svolítið mikið fyrst, en þá er Sigríður Margrét Oddsdóttir að stýra Skjá einum og hún hefur samband við mig mjög fljótt og segir, heyrðu, við myndum gjarna vilja nota kraftæðina. Þannig ég er í raun og veru komin síðan bara með svona viðtalsþátt á Skjá einum bara 2 mánuðum seinna. Já. Ef ég man rétt, febrúar, mars 2009 er ég byrjaður þar. Hvað þáttu var það? Hann hét Spjallið með Sölva og þá gæti ég farið að lengja og það einmitt talandi þegar þú spurðum um þetta formið, það var augljóst að það var eitthvað í mér. Á þeim tíma voru engin podcast en þarna fékk ég klukkutíma þátt og stundum leyfði ég mér eins og þegar Davíð Oddsson kom til mín að þá tók ég bara 40 mínútur af þættinum í viðtal við hann, sko. Já. Og ég fann alveg hvað mér fannst það vera svona breath of fresh air ef ég sletti að mega bara tala við mannin og kynnast honum aðeins og Einmitt. og allt það, sko. Þannig já, þetta eru spjallþættir sem ég er síðan með ég er ekki með þá til 2010-11 og þá er ákveðið að breyta yfir í fréttaskýringaþættir sem heita Málið og ég var líka með þá í 2 ár. Já. Það sem líklega var nú eftirminnilegast þegar ég tók nauðgunarlyf sjálfur. Ég gerði þátt nauðgunarlyf og tók róhöfn og þættinum. Pröfaði það sjálfur? Hvernig var svo upplifun? Hún var skrýtin. Þannig ég drakk 1 bjór onni það, sko, því þá var ég að reyna svona að skoða hvernig væri að taka þetta eins og þú værir á djamminu og ég myndi segja, þú veist, ég er samt að gera þetta miðjan dag, þannig ég er ekki líka dauðþreyttur, það er ekki miðjan nótt og ég er ekki að drekka 5 bjóra, ég er bara að drekka 1 bjór en ég fór vafrandi heim til mín og mér er þátturinn eða senan hafi endað á því að ég er rétt kemst inn dyrnar heima hjá mér og þá skilur kamerumaðurinn við mig, sko. Já, einmitt, ég man eftir þessum þátti, ég man líka einmitt eftir kannski eftirminnilegt viðtal hvort að verið í Íslandi í dag, það var Erpur Eyvindar og Sigmundur Davíð. Já, það var eitthvað í Stöð 2 þarna. Það er inn á YouTube það klippa. Já, sko, það er áhugavert þú kemur inn á þetta vegna þess að ég var rekinn þann morgun. Það var síðasti þátturinn minn í Íslandi í dag. Þetta var síðasti þátturinn. Já. Því ég er rekinn morguninn og það er sagt við mig bara hætta núna og það mun aðrir sjá útsendingunni í kvöld og segja bara, nei, ég er búin að vera að vinna í 4-5 ár, ég vil allavega fá að kveðja. Já. Skilur, og bara held ég sé að fara rétt með að þetta hafi örugglega verið síðasti þátturinn minn. Já. Vegna þess ég man að þarna er Sigmundur að byrja í stjórnmálum og hann hafði frétt af því að væri búið að reka mig og hann býður mér þarna í raun og veru að verða aðstofamaður sinn. Já, ok. Þegar hann er að byrja eða er komin, býtu hvernig er að reyna að muna. Hann allavega vill fá mig í sko stjórnmálastarf. Já. Þetta var síðasti þátturinn. Þetta var síðasti þátturinn. Já, ég man eftir að var alltaf lúkka eins og væri svolítið krefjandi að vera með hana því að Erpu var að hjóla svolítið í Sigmund, sko. Já, Erpur er náttúrulega mjög góður í keftunum. Og einmitt af öllum podcast viðtölunum sem ég hef gert þá stendur einmitt viðtalið við Erp svolítið upp úr sem eitt af þeim betri, sko, því að hann er svona viðmælandi sem að sko, það pínu erfitt að fá hann í þátt til sín, sko, en þegar hann kemur allavega hjá mér, ég og hann, sko, að því svo gerðum við líka þætti á Skjá einu saman, en mér finnst það svo alltaf þegar ég hef gert þætti með Erpi, þá hefur komið eitthvað mjög gott út úr því, sko. Og við erum náttúrulega álíka gamlir og við erum báðir ólust báðir upp við kommunisma, sko. Mamma hans og mamma mín voru báðir alveg helrauðar í kommunismanum. Mamma mín mókaði skurði fyrir Castro og eitthvað, sko, en munurinn Erpur ennþóðar. Ég er búin að færa mig, sko. En þannig að mér finnst rosa gaman að tala við hann, sko, því að hann er klár og þarna mitt í þessu moment, í þessum tiltekna þætti þá það var ekkit auðvelt fyrir Sigmund að eigi fullu trefið hann, því að hann var mjög öflugur, sko. Svo er hann líka bara góður í að einhvern veginn hann kemur þannig fyrir, sko. Já. Hann er vel á orðin farinn, sko. Já, og er alveg drull, sko, þannig að þú er svolítið svona stífur, sko, eitthvað svona í stjórnmálagýr, sko, það er erfitt að mæta einhverjum sem er bara alveg drull, sko. Já, ég get ímynda með það, sko.
alveg rétt, ég var að muna eftir þessu. Já, þetta mjög, ég held að þetta sé mjög vinsæl klippa inn á YouTube, sko. Já, einmitt, Minni það, sko. hún er búin að lifa lengi. Það er örugglega mikið af dóti sem að hefði, sko, ég nefndi NFS, sko, ef það hefði verið komið almennilegt, sko, samfélagsmiðlar og TikTok og þetta þá, sko, það væri mikið af væral klippum. Já, Dóti sem fór í lofti þar, sko. Það er nú ein hana sem var held ég á YouTube að veðurfræðingnum sem að hún, það var eitt af því sem Gissur sagði við mig, sko. Það er alveg sama ef þú ert einhvern tíðan gleymir þér, ef þú ert að fara inn í stúdíó í útvars eða sjónvarpsútsendingu, aldrei hlaupa ef þú ert að fara að lesa fréttir eða að fara í beina útsendingu, því það sem gerist er að, sko, ef þú setur andardráttinu upp og ert líka stressaður þá ert að fara að mæta og púlsinn það á er það sem milljón. gerist fyrir hennar veðurfræðinga. Hún er þarna í stúdíónu bara að reyna að lesa veðurfréttir og þessi klippa, ef ég man rétt, Já, lifði þetta aldrei lengi, sko, á YouTube og já, örugglega enn. einmitt. En á NFS, sko, að því ég man bara, því það eins og ég segi, ég og Sindri vorum hann að lesa fréttatíman á hálfa tímanum, en svo náttúrulega kom að við þurftum að taka frí, sko. Þá, ég man að ég var einhvern tíðan Idolið íslenska var á þessum tíma á föstudagskvöldum, og ég man að ég er einhvern tíðan að horfa á, ég hafði farið af vaktinni mitt 7-8 kvöldi, sko, eða 7 í kvöldum, og svo er ég að horfa á Idolið með þáverandi kærustunni minni og svo er auglýsingarhliðar og við skiptum yfir á NFS og þá er bara einhver að lesa fréttir í beinni útsendingu sem að hafði unnið hann í 5 daga, sko. Já, og ég segi bara þegar ég fattaði, þegar ég skildi við vaktinni að þú veist það var enginn búinn að segja við mig að ég þyrfti að handpikka eitthvað til þess að fara að lesa fréttir og nei, það bara var enginn, þú veist, talandi að vera með 24 tíma fréttastöðu nánast og gott að halda utan um það í byrjun, en svo bara glemdist að hugsa, sko, svo fyrir fólki frí, svo verða veikindaleyfi og það var enginn einn sem var að halda utan um, þannig að það gerðist oft bara, það var bara eitthvað mættur í setti sem að hafði enga burði í það og þetta var bara alveg galið, sko. já. Og næsti maður settur inn. Já, ég man líka eftir einhvern tíðan að því að svona green screen, það var einhvern tíðan eitthvað morgun þáttur yfir með minni rétt með Eiríki og Reyni Traustasyni þar sem að einhver hafði mætt bara í grænni peysu. Já, Þú sást bara haus, sko. já. Það var bara haus að tala. Engin búkur, sko. Nei, Og þú klikka á þessu. það var alls konar svona rugl, sko. Þannig Já, að það var mikið af, já, og einhvern tíðan var settið bara, þú veist, þá var einhver útsendingarstjóri sem var ekki alveg búin að læra á og þá var settið bara á fullu allan tíman að hringsnúast, sko, og alls konar vitleysa, sko. Þannig að alls konar dæmi í gangi. Já, ef þetta er til einhvers staðar, þá þetta hlýtur að vera til einhvers staðar. örugglega, sko. Einhvers staðar á netinu. En já, 2010 þá ertu með á skjáinu með, var það ekki Málið? Jú, fréttaskýringa þetta. Og hvað voru þeir lengi í loftinu? Þeir voru til 2014, minni mig. Ég held ég að byrja 2011 á þeim. Ég er 2011 til fram í byrjun 2014. Já. Svo er þarna svolítið gat, sko, í raun og veru maður að tala um fjölmiðla frá 2014 til 2020. Það sem ég er í raun og veru, jú, ég gerði einhverja þætti fyrir Hringbraut þegar hún var og ég man ekki hvort ég gerði eitthvað aðeins meir en þá er ég ekki mikið í svona einhverju hefðbundinni fjölmiðlum. Það er tímabili sem ég gerir síðan heimildamöndunum fótboltalandsliðið og er að skrifa mína fyrstu bækur. Já, bókin sem kemur út 2019. Já. Já, Bókin mín hann á eigin skinni kemur á 2019 en svo hafði ég líka skrifað ævisögu Jóns Páls, ævisögu Jónínu Ben og einmitt, þessi heimildamöndum fótboltalandsliðið var mjög stórt verkefni. Það var alveg 1,5–2 ár, sko. Það var svona já, sem fór í það. Já. Já, einmitt. Hvað þessir þættir sem þú varst með á skjáinu Málið, hvað snerust þeir? Þeir voru eiginlega bara fréttaskýringaþættir, þannig að þá var fært, sko, spjallþættirnir voru einu sinni í viku, eða viðtalsþættirnir, þá voru þessi þættir einu sinni í mánuði, og þá einmitt aftur talandi svona mikið klift efni, þá kannski hverjum þætti 12–14 viðmælendur. Já. Þannig ég kannski og einmitt reynda að hafa lúkki flott, sko, þannig að þá kannski er ég að sitjast niður með viðmælanda og það eru 2 eða 3 kamerur og allt preppa mjög vel og ég er kannski að tala við viðkomandi í klukkutíma. Já. En það enda kannski bara 2–3 mínútur í þættinum. Já. En það er svona, þá ertu komin í miklu meira pródúserað efni. Einmitt. Og þá var hugmyndin einmitt bara að, þú veist, við fórum í alls konar mál, sko, en ég meina maður að einn þátturinn sem var líka eftirminnilegur þegar ég gerði þáttum menn með barnagind, sko. Já.
það var mjög skrítið, við enduðum á að börsta einn og eltum hann og náðum honum hann hjá Kjarvalsstöðum Já, og svo endaði hann á að koma í viðtaltíminn, blörraður sko. Það var mjög skrítið sko. mér minni ég að við séð þennan þátt held ég. Já. Mér rámar eitthvað í Já, þetta sko. þetta er mjög skrítið. Var þetta ekki mjög vinsælt líka? Jú, mjög vinsælt og þá var einmitt hugsunin, þetta er svo þunn lína að í svona litlu landi aftur. Já, Hvernig getur við verið með eitthvað í hverju mánuði sem er nógu áhugavert til þess að það fái áhorf, já, en þá er svo stutt í einmitt, ertu þá farin að fara í smá sensationalisma. að fara of langt líka. Já, ég meina svo við gerum þátt þarna vændi líka og þá man ég einmitt, ég hugsaði skilur, þú veist, erum við komnir í aðeins og mikið, þú veist, að því jú, auðvitað hérna, en þú veist, þá er þetta spurning, þú veist, hvernig er þetta farin að kryddita, skilur, þú veist, Já, einhverjir kallar hérna á einkamála, þú veist, sem er eitthvað að vandraðast og það er eitthvað konur að, þú veist, einmitt. hvað maður segja, menn, viti ekki allir að þetta er í gangi, en þú veist, en ef þú bara kryddar það nógu mikið og gerir, þú veist, að þá er það bara, wow, þetta er í gangi á Íslandi og allir rosa, hérna, Já, þá gengur þetta dálítið mikið út á einmitt að þarna, þú veist, þá sést að bösti einhvern, það er eitthvað að falda kamerur, Einmitt. þannig ég er svona, ekki það, þetta er gott sjónvarpsefni og alveg góðra gjalda verst, en ég er pínu svona út af fjölmiðlun nútímans og út af allir þessari clickbait stemningu, þá er ég alltaf svona í öllum störfum mínum, sko, í einhver ár, þá hef ég alltaf verið svona, ég vil alltaf vera hinum megin við línuna, það sem að já, svona þegar ég er að taka sér podcast viðtöl og ef að fjölmiðlarnir er að vinna eitthvað upp úr í hvernig get ég sett viðmælandan minn í samhengi, já, ekki tekið hann úr samhengi bara til þess að fá eitthvað klikk sko. einmitt, einmitt. Því mér finnst það verið svolítið vandamáli við fjölmiðlun nútímans, þú veist, það er svona pínu eins og bara þetta nýja mál með menntamálar á þennan, þú veist, það er svona ok, þú veist, ég myndi alltaf segja að þetta er frétt, skilur, það er alveg rétt mætt hjá RÚV að segja þess að frétt, en það er svona, það er strax farið í að svona kryddana þannig að þú veist, svo kemur í ljós dagan og eftir, þetta var kannski ekki alveg eins og fyrsta fréttin sagði, Já, það er bara hefði það búið að segja fréttina í ríkisfjölmiðlunum og hún er búin að segja af sér skaðinn skeður, sko. einmitt. Skilur, og þá er svona, þú veist, við erum að halda út í RÚV einmitt til þess að RÚV sem er vöndu vinnubröð. Já, já. Einmitt. Þannig að hérna, og maður læri líka alveg whole new. Það er góða punktur. Já, ég meina, þú veist, ég er persónulega bara komin á það, bara ef þið ætla að halda áfram í þessum gír og það aftur, ég er kannski pínu smitaðar af því sem ég fór í gegnum, en það hvernig RÚV stökk á að gera fréttir um mig á sínu tíma. Ég meina, ég tók fund með útvarpsstjóra þar sem ég bara las fyrir hann siðareglum Já, og sýndi honum síðan umfjöllunum um mig og sagði bara, þú veist, gaur, þetta stemmir ekki. nei, Og einmitt. hann var fyrir framan mig að reyna að réttlæta fyrir mér að þetta væri eðlileg vinnubrögð. Og ég man ég sagði við hann, þú trúir ekki einu sinni sjálfum þér, sko. Nei. Þú veist bara að þú ert að bulla. Þannig að, hérna, að því, sko, þú veist, ég var alveg, það var alltaf gott fyrir mig meira þess að löngu áður en ég lendi í þessu cancelleringadæmi að þá er ég samt orðin nógu þekktur til þess að ég er orðin umfjöllunarefni fjölmiðla. Já, Og bara í fyrstu skiptin sem þú ert umfjöllunarefni fjölmiðla, þá prófar að vera hinum með við borðið og þá verður þau öðruvísi fjölmiðlamaður. já, Því þá fattar ég er að fjalla um fólk. já, Og bara einmitt. það að, þú veist, Þetta hefur áhrif. já, því þú veist, þessi setning, sko, að blessa það er engin að pæla í þér, en þú veist, manneskja sem lendir á einni forsíðu á DFF út af Já. einhverju mjög neikvæðu, þetta getur bara haft áhrif á hann í 5 ár, sko. Já, getur haft hellingsáhrif á lífið, sko. Þú veist, þannig að fjölmiðla verða að vanda sig, sko. Já, Sérstaklega í svona litlu landi. einmitt, einmitt. Ef við komum aðeins aftur að því þegar þú varst með málið á skjá einum, varst búin að vera væntanlega svolítið þá á sjóaskjánu og varst orðinn þekktur. Lentur einhvern tímann í vesinni þegar þú varst til dæmis eins og að rannsaka hérna barnanýðingarna og annað? Já, já. Sko, barnanýðingadótið var mjög skrítið að því ég hugsaði mitt, þú veist, þetta eru, sem ég upplifði svo sterkt var, á þess að maður hugsa náttúrulega hræðilegt, sko, hræðilegt þegar menn eru, hérna, girnast börn, sko. Já, En að samaskapi fann ég svo sterkt, þetta eru veiki menn, sko. Þeir Já. eru veikir og ef að þú væri nú í þeirri stöðu að þú fattar að þú ert með barnagirnd og hefur ekki gert ennþá neitt af þér. Já. Hversu erfitt er að leita sér aðstoðar og mæta bara til sálfræðings eða einhvers og segja, heyrðu, ég er með barna. Þú veist, þetta er það síðasta sem að nokkuð myndi vilja viðurkenna. einmitt. Þannig ég hugsaði einhvern veginn svona, það er ekkert skrítið að þú ferð bara í meiri einangrun og festist í þessu, skilur, því það er svo ógeðslega stórt skref að leita sér aðstoðar ef þú ert með þessar. Þannig að ég hugsaði með þetta er svo veiki menn og þeir eru kannski komnir á þann stað að þeir eru búin að brjóta og ef að þátturinn minn verður til þess að einhver fattar hver þetta er, þá geti ég verið að eyðileggja líf þeirra.
einmitt. auðvitað eyðilögðu þeir það sjálfir, skilur Já, já, en þannig sé ég geti verið að setja punktin yfir íið já, og hugsa að ég gæti verið að einhver þeirra myndi bara hugsa mér hérna og einn þeirra hringdi í mig eftir þáttinu mitt og segir hérna, ég þekktist þannig að lífið mitt er búið já, og þá man ég mitt að ég segi við hann vilt ekki frekar reyna að horfa á þetta þannig að lífið þitt sé að byrja núna af því ég veit að þú vilt ekki verið í þessari hegðun. mhm, Þá kom löng þögn og svo segir hann jú, það er líklega rétt hjá þér en enginn af þeim gerði mér neitt sko. nei, Þannig að það sem var kannski svona óþægilegast fyrir mig var þegar ég gerði 2 þættum undirheimana já, og þá mitt aftur komst ég í, þú veist, ég fekk einkasamtöl með hæst settu glæpamönnum á Íslandi. Þeir voru ekki tilbúnir til þess að koma í mynd en þeir voru að láta mig hafa alls konar upplýsingar og síðan voru alls konar ángar á því og það einmitt enda með því að ég fer að fá hótanir þegar að því menn höfðu ekki séð umfjöllunina en viss að nei, hann væri að fara í lofti að því ég var búin að taka viðtölu við marga og búin að eiga samtölu við marga þannig að það fer að kvísast út já, og þá man ég eftir einu augnabliki þar sem ég fæ símanúmer frá úr fastlínunúmeri Litla-Hraun sko. Þannig að það er bara þú veist, ef ég fyrir á já.is þá stendur bara Litla-Hraun sko. og maðurinn er að segja við mig í síman Sölvi, þetta verður þitt síðasta verk sko. já, ok, Og ég man einmitt að þá þorði ég ekki að gista heima hjá mér í 3 nætur já, einmitt, og þú veist, þetta er svo skrítið að því að man í fyrsta skipti sem ég tók viðtal við eitthvað svona undirheimamann þá man ég hvað ég var hræddur bara við hittan sko. já, einmitt, En síðan, þú veist, leiði ég var búin að hitta hann og spjalla við hann og fattaði, þú veist, eins og svona þeir sem þekkja menn í undirheimann þá var þetta bara mjög góðu strákur en hann bara díla við alls konar já, drauga og fíkn og slíkt sko. En já, það var verulega óþægilegt en þá einmitt var ég líka búin að kynnast nokkrum já, þannig að eftir að þessi maður hefur sambandið mig þá eru aðri menn sem hringi í mig og segja bara, ef það er eitthvað vesen í gangi þá veist að ég er að fara að redda þér skilur. já, Og það var einmitt sérsta tímabili það stóð til að ég skrifaði ævisögun hans Anþórs já, af því að á þessu tímabili mitt kemst ég í kynni við hann og tek viðtal við hann og ég hitti hann með 2 ár inn á Litla-Hrauni og við vorum byrjaðir svo hætti bókaforlagi við sko. já, vildi ekki byrta, Því með það sem ég var svo ofboðslega áhugavert við hann var hann greindur sko. já, Hann var meðvitaður sína eigin siðblindu og þannig ég segi að þetta er alveg uník að tala við mann sem að hann ætla bara að opna sig já, hvernig hann er og hann er alveg meðvitaður það sko. einmitt, einmitt, Þannig að ég mitt fekk hann líka í podcastið mitt og það er aftur svona, þú veist, þessi þunna lína einhverju segja að það á ekki að hampa á mönnum, sko, en nei, þá aftur myndi ég segja, skilur, þegar ég var að byrja í fjölmiðlum og þá var ég að horfa á eins og Mike Wallace í 60 mínútum og Larry King og þeir höfðu tekið viðtölu við leigumorðingja og já, þú veist, þetta er oft áhugaverðasta efnið, sko. einmitt, fólk vil heyra þetta, sko, Já, ég man að ég og Frosti mitt áttum debatt í podcastinu mínu þú veist, hvern myndur þú taka í viðtal, hvar myndur þú draga línuna og þá man ég að ég segi, ég myndi draga línuna við Anders Breivik, fjöldamorðingina í Nóri, ég myndi ekki taka hann í viðtala því mér finnst hann bara vera að, þú veist, dreifa Já. hatri og í Já. raun og vera hann sér ekki einu svona eftir því sem hann gerði, skilur. nei, En bara þá psychopath, þá man ég að Frosti segja mér að ég myndi taka hann í viðtal já, og ég myndi bara spyrja hann mjög gagnrýna spurningu og þá einmitt það var ég svona að hugsa því ég er kannski pínu sammálaðir, þú veist, á endanum hlutverk fjölmiðla er bara að segja frá öllu já, og mér finnst einhvern veginn þessi hugmyndum að það eigi ekki að gefa einhverjum plattform mér finnst þetta alveg galin pæling sko. já, Árið 2025 sko. Þú veist, það er einhvern veginn hérna eins og Andrew Tate og fleira sem einhvern veginn það á ekki að hleypa mér finnst þetta bara vitleysa sko. Það er allar upplýsingarnar að núti og ef við viljum ala börnin okkar vel og rétt upp að þá bara á endanum, þú veist, það þýðir ekkert fyrir okkur að ætla að banna þeim að sjá eitthvað efni, þau munu sjá það sko. já, einmitt, Og mér finnst þetta að vera annað sem að fjölmiðlar og það finnst mér RÚV líka að vera í mjög miklu rugli að mér finnst sko ómeðvitað, þetta er alltaf sama fólkið sem er í umræðu þáttunum þeirra og þá hefum við tilfinningunni einhver er ekki nógu fín til að vera þarna. Já. Sem er bara svona, nei, þú veist, þið eru ríkismiðl. Það er ekki ykkar að vera einhvern veginn að handpikka hverjir eru nógu fínir og þegar þjóðfélagsstemningin fer í þá átt að þetta verður mjög vók, sko, að þá einhvern veginn er bara, þú veist, eina fólki sem á upp á pallborði er eitthvað þannig fólk, sko.
svo snýst pendúllinn og þú hugsaður bara, heyrðu, þú veist, ok, hérna, við erum búin að vera með einhverja þjóðhátíð að því að hleypa einhverju fólki hérna inn í ríkismiðilinn, að drulla yfir fólk og hérna, er þetta það sem að, þú veist, mér finnst þetta bara ekki vandað, sko. Já, einmitt. En hvað myndir þú segja, þú varst hann í fjölmiðlum hvað frá 2004 til 2014, hvað var það svona staðstæða mesta sem þú lærðir úr þeirri reynslu? Sko, tók mér tíma að svona pikk út, mér finnst kannski, ég man að fyrir utan náttúrulega bara, þú veist, fá að því fleiri sem að tala við því meira sér maður þetta allt bara fólk, sko. Já. Þú veist, þannig að eins og í hruninu að sitja allt í einu, þú veist, þegar Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er að koma inn í landi, að því ég er ekki í fréttum og þá eru sko fréttamennirnir bæði frá Íslandi og útlöndum eru þarna inn í salnum og Geir Haarde og Ingibjörg er að fara ávarp, en ég var að fara að taka viðtal við, menn ekki annarkvort kvöldið, þannig ég fæ að vera baksvið, sko. Já. Og þá sé ég, sko, þú veist, þetta er á tímabilinu þegar Ingibjörg er með krabbamein. Og þá fæ ég að sjá, sko, bara, þú veist, hún er að koma hérna fram fyrir framan heimsbyggðina, hún er fárveik, sko. Já. Og þá færði þess að svona tilfinning bara manneskjuna, skilur, við erum ekki að fá að sjá, þú veist, þannig mann þegar ég er að taka viðtölum við þau og allir vildu að væri verið að grilla þau og ráði sér, shit, þú veist, mér langaði bara líka að spyrja þau hvernig hefur það, skilur. Já, einmitt. Þú veist, að því ég myndi ekki vilja vera í þinni stöðu, það er eitthvað hrun í landinu og þetta er aldrei átt sér staða áður og allir ætlast þess að þú sért að gera allt fullkomið, sko. Já. Þannig ég myndi segja það að fá að sjá svona einhvern veginn og fá að taka viðtölu fólk úr öllum þjóðfélagsstéttum, skilur allt frá föngum og útigangsfólki yfir í forstjóra og ráðherra. Já. Að þá einmitt svona, það er mjög margir sem þú ferð í gegnum allt lífið og þú ert einhvern veginn bara umgangast fólk í þinni stétt og í þínum vinahópi og við svolítið svona veljum svipa fólk og okkur sjálf, þannig að það er mjög mikið gjöf að fá að hafa fengið að sjá allt spektrumið, sko. Já, upplefa breiddina. Já, og svo líka einmitt hvernig fjölmiðlar taka fólk úr samhengi og ég veit ekki af hverju ég minnist á konu sem er nú nýbúin að vera hérna hjá þér, Lindu B. Já. Ég man að hún alveg kveikti ljós hjá mér þegar ég tók í fyrsta skipti viðtal á hana. Þá hafði hún verið að glíma við erfiðleika og hún hafði verið í alkohólisma og einmitt bara var þarna ungfrú heimur og bara, þú veist, hún selur séð og heyrt og hér og nú þegar þau blöðu voru. Já. Ef hún er Lindu á forsíðuna þá seljast fleiri eintök. Já. Þannig að ég man að þegar ég var að fara að taka viðtalið í fyrsta skipti svo sit ég niður og spjalla með það þessi kona er allt öðruvís en ég hefði haldið út frá einhverjum fyrirsögnum í fjölmiðlum. Já. Og sama þegar ég skrifa ævisöguna Jónínu Ben, blessuð sé minning hennar, mjög breisk kona en eldklár, sko, og reyndist mér og bara gríðarlega mikið af fólki mjög vel. Þessi fjölmiðlar tóku hana mjög mikið úr samhengi. Já. Og það er einmitt svona gjöf að fá að sjá bara sína eigin fordóma, sko. Sjá bara, vá, ég hafði myndað mér einhverja skoðun á einhverju manneskja því ég hefði einu sinni séð einhverja fyrirsögn í einhverju slúðurtímarit. Já. Svo er þetta bara einhverju eldklár businessmanneskja sem að, jú, hún er að díla við sína drauga eins og við öll, en bara, þá fattar maður svona, ég er að fá að upplifa eitthvað sem mjög margir halda heimsmyndinni að bara ég er að móta með skoðanir og fólki út frá einhverjum fyrirsögnum og einhverju dóti. Já. En ég fatta ekki hvað það drífur grunn, sko. Þannig að mér finnst það mjög mikið gjöf að hafa fengið að mæta mínum eigin fordómum og þurfa að breyta heimsmyndinni minni og þurfa svolítið að horfa, ég veit ekki neitt, sko, og ég æfi mig ég hafa ekki of sterkar skoðanir á hlutum fyrir en ég er umverulega komið með upplýsingar til að hafa skoðanir. Já, einmitt. En hvernig vinnur þá úr því eins og í dag þegar þú sér kannski frétt eitthvað? Hvernig myndaðir þá strax skoðun, eða? Það er mjög mannlegt, sko. Já. Það er mjög mannlegt, en fyrsta eins og núna þegar hún menntamálaráð þegar hann er í þessu núna bara fyrir mjög stuttu og segir af sér. Þá bara alveg óháð öllu, þú veist, þetta er mjög óheppilegt hún sé barnamálaráð þegar og hafi eignast barn með dreng á þessum aldri fyrir 30 eitthvað árum. En fyrsta instinkti mitt er ég sé hann í viðtali sama dag og þetta er alltaf komið. Mér langar bara að hringja í hann og spyrja, heyrðu, er í lagi með þér? Já. Þetta er 30 eitthvað ára gamalt mál, samfélagið okkar var allt öðruvísi þá. Það er verið að draga eldgamla atburðin í nútíma reglur. Já, einmitt. Og ég, þú veist, segi bara, mögulega var það bara hárrétt hjá henni að segja af sér, en mér er svona einhvern veginn þessi grimmd, sko, að það er mjög mikið instinkt hjá mér
að reyna að horfa á þetta úr 30.000 fetunum og Já. segja bara, heyrðu, hérna, við erum öll breysk, við eigum, þú veist, myndið þú vilja verið þeim sporum að allt óhreina tauið þitt væri dreigið fyrir framan alþjóð og það væri tekið eitthvað 20-30 ára gamalt dót sem þú veist Mhm. að það er eitthvað samhengi þarna, Já. það er bara tekið inn í nútíma samhengi, allt tekið úr samhengi og Já. þú ert bara allt í hennu talk of the town og reiðasta fólkið er að fá útrás fyrir gremjuna sín og tilfinningarnir sínar á þér, sko. Já, einmitt. Ég held að enginn myndi standast það, sko. Nei, það eru rosa skrítin spor að vera í. Nú er Já. ég búin að prófa að vera í þeim og það er mjög skrítið að vera í þeim sporum. En frábær lífsreynsla, sko. Já. Ef þú vinnur rétt úr henni. Einmitt, nákvæmlega. Þú talaður um áðan að eftir 2014 að þá ferðu hérna að skrifa ævisögun Jónínu Ben og býr til hérna heimildamyndum íslenska landsliði fótbolta. Hvaðan hérna kveikna sú hugmynd að búa til þessa heimildamynd? Hún er raun og verið eins og einmitt. Nú spjölluðum við svolítið fyrir viðtalið hérna að ég er nýkomin á utan. Ég var að horfa á það svolítið sem bara hluta af, því nú er ég búin að vera sjálfstæð starfandi í, 15 ár. Að hluti af vinnunni minni Já. er að fara í annað umhverfi. Að því ég fæ alla mínar bestu hugmyndir þegar ég fer úr daglegu áreitunum. Þannig ég fann að horfa svolítið á þetta þannig að þegar ég er á Íslandi þá er ég að executa. En þá er ég að executa það sem að ég bjóð til eða fekk hugmynd af þegar ég var annars þar. Já, einmitt. Þannig að hérna eins og bóki mín á eigin skinni, hugmyndina henni var til þegar ég er erlendis. Og ég man hugmyndina podcastinu mínu var til þegar ég er labbandi á strönd nálægt miðbögg. Já. Og allt í einu hugsa ég bara, já, öll þessi fjölmiðlareynsla, podcast er að koma, ég er alltaf að hlusta á podcast. Akkur er ég ekki löngu búin að vera á podcast. Og þetta er svo augljós hugmynd, sko. Já. En ég fékk hana þarna og það er eins með þessa heimildamynd á skrítið að þá hérna oft mína bestu hugmyndi verða á til þegar ég er annars staðar en á Íslandi og helst ef ég hef náða að unplugga svolítið frá internetinu og símanum. Já. Þannig ég er með vinum mínum frí í Odessa í Úkraínu við Svartahafið og ég einmitt hafði ákveðið að taka pásu frá, þetta er þegar HM í fótbolta er 2014 og ég hafði ákveðið að taka pásu frá, svona reyna að taka sem mesta pásu frá internetinu, nema bara að leyfa mér að horfa á umfjöllunum fótbolta. Já. Og fylgjast með fótbolta og að því ég hef gaman að því þegar það eru stórmót og allt í einu sé ég umfjöllunum landslið Kosta Ríka sem komst, ef ég man rétt 2014 í 16 úrslit og það fannst öllum þetta svo merkilegt, bara 3 milljón manna þjóð, ef ég man rétt 2 eða 3 milljónir, er bara ekki bara komin á HM, heldur kemst í 16 úrslit, þetta er bara magnað og fyrir HM 2014 þarna er gullkynslóðin komin með Aron Einar, Gylfa, Jóa Berg og alla þessa gæja. Þeir höfðu komist í umspil við Króatíu, ef ég man rétt, að komast á þetta sama HM. Ég hugsaði bara, ok, ef öllum finnst svona merkilegt að Kosta Ríka sé hérna. Já. Ísland er sko 8 sinnum fámennara og Ísland yrði fámennasta þjóð í sögunni til að komast á stórmót og þeir voru ekki svo langt frá því. Þannig að allt í hennu þarna fæ ég bara svo hugmynd. Ég hef aldrei gert neitt tengt íþróttum í fjölmiðlum nema bara taka nokkrar íþróttafréttavaktir. Þá fæ ég svo hugmynd, það þarf að gera heimildamynd þetta lið. Þannig að þeir ekki heim úr þessu fríi og bara nálgast ég Lars Lagerbäck á heimi sem voru þjálfara liðsins og þá segja þeir að áhugavert að segja það nálgast okkar því við vorum einmitt búin að vera að hugsa þetta. Já. Hvort það þyrfti að dokument. Einmitt. Og þar byrjar en aftur eins og maður þekki þegar maður er búin að starta mörgum verkefnum að þú veist, þetta lúkkar eins og bara svona eitthvað walk in the park og mjög sexy verkefni og allt þetta en þetta var alveg aðeins meira en að segja það því það fyrsta sem að Lars segir síðan við mig þegar við erum búin að eiga fund og Heimir, svo ég sletti svolítið vátsar fyrir mig, hann segir við Lars bara, þú veist, þessi gaur er með mjög gott track record í fjölmiðlum, ég treyst honum og Lars náttúrulega þekkir ekki íslenska fjölmiðla, sko, hann er sænskur og hann vissi ekkert um mig og hann segir, ok, ég er hann að bara treysti þér Heimir, en við þurfum að bera þetta undir leikmennina og ef það er einn leikmaður sem vill þetta ekki, þá gerum við þetta ekki. Já. Þannig ég fer þá í fyrstu ferðina fyrir undankeppnina á EM 2016 án þess að vera með kamerumann eða leikstjóra með mér, bara til þess að prófa hvernig funkar ég inn á hótelinu, hvernig líður þeim að hafa fjölmiðlamannanna nálægt þér og svo er tekinn fundur þar sem bara þetta er presentera fyrir þeim og þá er bara sagt í lókfundarins bara þið getið talað við okkur einslega ef það er einhver einn af ykkur sem vill þetta ekki, bara gerum við þetta ekki. Það þarf ekkert að vita hver það er. Nei. Þannig að ég var mjög glaður þegar að þeir tjá mér bara ok, þeir voru bara allir til í þetta. Og þá, einmitt, svo náttúrulega er einmitt áhugavert að
þetta svona einhvern veginn eftir á að hyggja nánast sko, því að þó að þeir hafi komist í umspilið 2014 þá var samt ekkert sjálfgefið, þeir voru mjög öflugir riðlega, þeir voru með Hollendingum, Tyrkjum og svo sko Kazakstan og Lettlandi. En þannig að ég þurfti að hugsa plan B, hvað þeir, þú veist, að ég að fara að leggja mikla vinni í þetta, ég að fara að dokka hvað þeir koma síðan bara ekkert. Já. Þú veist, þá þetta ekkert svakara sexy mynd eða eitthvað, þannig að við vorum með mitt plan B, bara eitthvað, þú veist, þetta eitthvað documentation á landsliðinu og við svona, kannski hefur engin áhuga á því. En það sem gerist þannig að þeir vinna þennan fyrsta leik þegar ég með þeim út í Lettlandi og þá strax eftir það heyri ég í Sævari Guðmundssoni leikstjóra sem hafði leikstýrt þannig sönnum íslensku sakamálum og ég hafði unnið aðeins með honum og hann bara til í að koma all in í þetta með mér. Engi peningar og við þurftum að leggja mikla vinni í þetta án þess að vera með neina fjárfesting og aftur þetta hljómar eins og þetta sé rosa sexy verkefni. Já. En áður en þeir höfðu komist, þetta áður en þeir komist á EM og það var alveg erfitt að ná í peningi í þetta sko. Þannig að við unnum hann í fleiri mánuði án þess að, en það sem gerir sem betur fyrir er að þeir vinna Lettland svo vinna þeir Holland. Ég man ekki hvort þeir vinna Lettland og Kazakstan úti, við man það rétt. Þriðji leikurinn er Holland á Íslandi og þegar þeir vinna Holland sem bara Ísland hafði aldrei unnið þjóða þessu kaliberi í, eða sem ég ætla ekki að segja aldrei, en þetta var svona á þeim tíma stærsti sigur í íslenskri knattspyrnusögu. Þá eru þeir konum með fullt hús eftir 3 leiki og þá er þetta bara, ok, þetta er nú bara að fara að líta býsna vel út. Og þá ákveðum við að fara ennþá meira all in í þetta, bara, við erum bara að fara að gera þetta. En svo er náttúrulega alltaf bara hver einasti leikur, þetta var svo magnaða því að það var alltaf sko stærsti sigurinn í íslenskri knattspyrnusögu og svo næsti leikur var, svo endar þetta með að þeir vinna Hollendinga í Hollandi og Holland hafði ekki tapað heimaleik í keppni, sem sagt alvöru mótsleik í ykkur 15-20 ár. Já. Þannig að þá er bara svolítið svona, þá eru bara eftir 2 heimaleikir á móti liðum sem við eigum að geta unnið og þá var bara orðið ljóst að þeir væri að fara að komast á EM sko. Þannig við erum í raun og veru að fylgja þeim eftir 2014 í allri undankeppninni og hittum á bara þetta fullkomna mómenta því svo náttúrulega fara þeir á EM og enda þar á að komast allavega áttæðlega úrslit þar sem þeir unnu Englendinga og þannig að við erum eiginlega við erum innanbúðar að dokumenta landsliðið á því sem ég myndi segja sé ennþá besti tímarami í sögu íslenskra knattspyrnu því þó þeir hafi síðan komist á HM 2018 þá komist þeir ekki upp úr riðlunum þar og þeir voru ekki alveg öflugir þar sko. Nei, einmitt. Þannig að þetta verður alltaf, ég var alltaf rosa stoltur af þessu verkefni sko. Já, það var náttúrulega líka gífurlega góð auglýsing fyrir landið. Algjörlega. Rósalega góð. En á þessu tímabilið sem við erum að vinna í þessari mynd í 2 ár, hvernig gekk svo fjármagna myndina og klára það? Sko, það gekk á endanum. Ég var búin að vera að hafa samband við alls konar aðila og mikið á aðilum sem sýndi svo áhuga. Já. En svo einhvern veginn þegar að kom að því þá þú veist, var eitthvað bakka frá og eitthvað svona. En það endar með því að við og líka kvikmyndasjóður hafði sagt nei við okkur í tvígang og það hangir rosa margt á því sko. Því ef þú fær kvikmyndasjóð í lið með þér þá er sjónvarpsstöðin líklega til að segja heyrðu ok, þið eru komnir með fjármagn þar þá er þetta líklega að fara að vera veruleika og þá getum við kommittað með smá þannig að við fáum síðan já frá kvikmyndasjóði. Já. Minnir að við fengi 7 milljónir það en eitthvað slís. Og svo fyrsta fjárfestingin, kannski gaman að segja frá því að fyrsta fjárfestingin var frá Aron Einari. Já, ok, fjárfestir sjálfur í þessu. Hann fjárfestir sjálfur í þessu, sko. Og en svo kom líka bara, Kristín Ólafsdóttir, eiginkonans Björgólfs Þórs, sem náttúrulega, er kvikmyndaframleiðandi og hún kom inn í þetta með okkur. Já. Og þannig á endanum bara... Endanum gekk þetta upp. Endanum gekk þetta upp, sko. Já, einmitt. Og var bara einmitt, maður hugsa bara eftir á, sko, þannig að þetta er mjög verðmætt heimild, sko. Já. Og þú veist, það er svona sem með kvikmyndasjóði, ég bara ætlaði ekki að samþykja nei frá þeim, sko. Nei. Það gefa okkur nei tvís og ég bara, þú veist, við erum búin að vera innanbúðar með kameru, inn í búningsklefum og hótelherbyggjum með liði sem að fara ekki, sko, ef þið eigið að setja peningi eitthvað, þá setjið þið peningi þetta. Já. Þetta er náttúrulega bara einstakur atburður. Já, og þú veist, það er svo einstakt að þegar að fólk fór að fatta að þið var að komast, að þá er allt í einhver sem er búin að vera þarna
Já. fylgis eftir, sko. Hvað Já. er að henda því myndefni bara í ruslatununa? Það meikar engan sens, sko. Einmitt, mjög verðmætt myndefni. Já. En hvenær kemur þessi mynd svo út? Hún kemur út þarna vorið 2016, bara áður en við förum á EM. Já, Áður en lokakeppnin byrjar, sko. Því svo kom til tals að við myndum fylgja þeim eftir á lokamótið, sko. Og gera eitthvað annað með það. En það var komin pínu þreyta, bæði við vorum orðnir mjög þreyttir, sko. Já. Og líka ég held að þeir hafi verið orðnir pínu, þú veist, kannski vildi ekki hafa okkur ofan í sér endalaust, sko. Nei, einmitt. Hvað er það svona, svo maður átti sig á því, hvað er það svona mikið vinna sem að er bak við svona mynd? Sko, alltaf fyrst og fremst að það er svo auðvelt eftir á að segja, heyrðu, þú veist, ef þú ert að gera handrit af venjulegri mynd sem þú getur skriptað, Já. þá getur þú sagt, heyrðu, við erum að fara að taka þetta sko þarna, svo þetta þarna og þú ert með, já, myndin verður cirka 1,5 tími, en þarna bara, þú erum að skjóta eitthvað, við förum í ferð með þeim. Já. Og það eina sem við vitum er að við verðum að eiga nóg efni. Þú veist, þannig að ég held að við höfum skotið sko 100 klukkutíma, meira en 100 klukkutíma efna, því þetta er alltaf bara, við vitum ekki, þú veist, svo eftir á Já. var auðvelt að segja, heyrðu, þarna var mómentið sem að auðvitað átt að vera inn í myndinni. Já. En þá þurftum við að taka 10 aðra klukkutíma sem fóru svo bara í ruslundinu. Já. Þannig að það fór rosalega mikil vinna í að Sikta út og finna efni. Já, þú veist, það er miklu auðveldara að maður hugsa bara ef við hefðum verið að búa til leikna heimildamynd eftir að við vissum hvernig leikirnir fóru og eftir að við vissum að þið komist. Já. Þá hefði bara verið að segja, við leggjum áherslu á þetta, gerum þetta, en þarna bara þurftum við að, þannig eins og Sævar einmitt sagði oft við mig, sko, hann sagði, þú veist, það verið svo geggjað að fá núna að fara aftur í tíman, að því þá erum við komnið með handrit og þá myndi ég sjá, heyrðu, í þessu scenaríói myndi ég vilja geta skotið með 2 kamerum þarna, en þú veist, þá er bara mómentið búið, sko. Þú veist, þá bara dokumenta það sem er í gangi hverju sinni, sko. Já, það er ekki hugmynd hvort þú ætlar að nota það ekki. Þannig að þegar við vorum búin að henda mjög mikið efni í ruslatununa, þá var myndin ennþá 7 klukkutíma, sko. Já. Þú veist, þannig að það fór svo mikið vinna í, að því svo finnst manni sjálfum allt vera rosa merkilegt. Já. En það er eins og maður lærir bara þegar maður er að skrifa bækur eða gera svipaða hluti, oft það sem að manni sjálfum finnst merkilegt er ekki, þannig að þú þarf bara að vera rúðles í að henda. Já, hvort sem að það er text í bók eða efni í heimildamynd. Á endanum snýst þetta bara með að segja sögu og eitthvað sem okkur fannst rosa merkilegt að ná á kameru. Já. Það passaði kannski ekki inn í atburðarásina miðað við það hvernig við byggum myndina til, sko. Já, einmitt. Og þá getur það verið eitt og sér var það mjög flott moment, en það bara verður að henda því í ruslið því það passar ekki inn í atburðarásina eins og við erum að gera myndina, sko. Já. Og við ákveðum um þetta að fara þess að því þeir höfðu allir sagt við okkur, þetta er náttúrulega stærsti draumurinn hjá öllum litlum strákum í fótbolta að komast á stórmót með þjóðinni sinni. Já. Og þá fæ ég svo hugmynd eftir að hafa hort á heimildamyndum Amy Winehouse, þar sem að þeir eru með þetta þar sem að fólki í kringum foreldrar hennar og aðrir eru að narreita og meðan það er myndefni af henni þegar hún er lítið barn og unglingur. Þannig að við förum þá leið að myndin byrjar svolítið á myndefni af þeim sem við gerðum kannski aðal karakterum, Aroni Einari, Gylfa, Jóa Berg, Kolbeini Sigþórs, Ragga Sig. Þegar þeir eru síðan að segja og fjölskyldna þeir að tala bara hvernig þeir voru sem guttar að æfa fótbolta og stóri draumurinn þeir að komast á stórmót. Já. Og svo endar myndin í mómentinu þar sem að þeir eru að lappa upp í rútuna eftir leikinn á Laugardalsvelli þar sem þeir voru búin að tryggja sér. Þá er draumurinn þeir í raun og orðin að veruleika, sko. Þannig að það er svolítið handritið sem við ákváðum að búa til úr. Tengja þetta allt saman. Já. Og það var það sem mér fannst mest gaman, það var þegar fólk hafði samband við mig sem sagði ég hef engan áhuga á fótbolta en mér finnst þetta geggjum mynd. Því það var það sem við vorum að reyna að gera, við vorum að reyna að segja sögu. Já. Þannig þetta sé ekki bara fyrir hardcore fótboltabullur, sko. Einmitt, þannig að allir myndi hafa gaman að þessu. Mm-hmm. Já. Já, þessi mynd kemur út 2016, svo 2019 þá gefur út bókina á Ein skinni. Já. Og eins og talaður áðan að færið oft alls konar hugmyndi þá þetta ferast ellendis. En hvað var til þess að ákveður að skrifa þá bók og einmitt svona, myndi ég segja svona ákveðin svona sjálfshjálpa bók, varst á þessum tíma kannski orðin þekktu fyrir það að ganga berfættur upp fjöll? Já, sko, það er eins og þú þekkir örugglega í business almennt og þá ferðu kannski að stað með eitthvað verkefni, þú veist með hugmyndum hvað þú ert að fara að gera. Já. En svo þarfst að stíga skrefin og reka það á okkur að veggi til þess að fatta að það byrjar að fara í aðra átt. Já. Svo verður,
útkoman eitthvað allt annað en það sem það ætlaði að gera í byrjun. Þannig að upphaflega hugmyndin mín var að skrifa sjálfshjálparbók fyrir unglingsstráka og mjög unga karlmenn. Já. Og svo með tímanum endar það í þessu, sko. Þannig að ég byrjaði í raun að vera að drafta einhverja hugmynd að þessu 2014. Bókin kemur út 2019. Já. Þannig að hún í raun og veru færist frá þessu yfir í að ég byrja einhvern veginn að sjá aðeins, þú veist að það eru ákveðnu hlutir eins og bara þú veist, fólk að keyra sig mikið í streitu og ég sé líka bara mitt geðlyfið nótkunnir að fara upp og ég segi ég get örugglega gert gagn með því að bara leggja mig á borðið með mína sögu þegar ég klessi þarna harkalega á vegg og fyrir þess að hefðbundnu leið fer til lækna, fullt af læknum og enginn finnur neitt út úr í hvað að mér og það skrifað upp á alls konar lyf og ég prófa að taka sér lyf og það var einhvern veginn mjög gaman þannig að yfirleitt eru bækur á Íslandi gefnar út haustið eða fyrir jólin. Ég veit ekki hvernig það núna, markaðurinn að breytast mjög mikið því að fólk að hlusta svo mikið á bækur en þegar ég að gefa út þessa bók þá þetta ennþá þannig að 95%, 97% af öllum bókum á Íslandi seljast frá 5. desember til 23. desember. Já. Þannig að það ákveði að gefa hann út í janúar var svona svolítið riski en þá varum það er allir að pæla í heilsu í janúar og líka þá drukknum við ekki í það allir að reyna að koma ykkur á framfæri fyrir jólin, sko. Já. Þannig að við ákveðum bara að gefa hann bara út strax í blábyrjun í janúar og þá bara fáum við líka spottið í fjölmiðlum, skilur því ég að opna með hluti sem ég aldrei talaði áður, þannig að fáum bara forsíðunar í blöðunum og hitti bara rosa vel í mark. Ég meina við seldum 3 upplögu af þessari bók, hún seldist upp 2 svar, sko. Já. Og einhvern veginn, einmitt talandi þetta, þessi hugtök eins og, þú veist, kulnun og þú veist, alls konar hluti eins og að fara í kaldapottin og, þú veist, Gummi, Emil og fleiri góðir menn að fara að berra sæður upp á Esju og eitthvað svona, sko. Ég var að gera þetta 2016-17, sko. Já, byrjaði á þessu. Þá var maður skrýtni kallinn, sko. Já, einmitt. En hvað svona lærður í skrifunni þegar þú varst að gefa út þessa bók, þessa fyrstu bókina þína? Eins og ég segi, ég hafði gefið út náttúrulega nokkra bækur á það, en þær höfðu verið aðra einstaklingar. Já, en þannig ertu náttúrulega að gefa sjálf á mig, sko. Aftur, bara eins og með myndina, sko, að fatta þú heldur að þú sér komið með eitthvað konsept og þetta það sem ég segi, þeir eru margir búin að spurja mig, ég að gefa bók bara hverju, þú veist, áttu eitthvað tips og ég segi bara, þú veist, fyrsta lagi bara að byrja að skrifa. Já. Það endalaust af fólki með bók í haustnum á sér þangarlega deyr, sko. Já, og þú heldur þú sért að bíða eftir að þú vaknar einhvern tíðan upp á einhverju fallegri strönd á Ítalíu og þér líði eins og rithöfundi og þá ætlar að byrja að skrifa. En nei, þetta er bara eins og að fara í köldusturþun á mótnana. Þú þarf bara að byrja að skrifa og þér líður eins og það sé bara algjört rusl en þú skrifar. og þú bara committar í að skrifa. Þannig ég segi bara, ég committa bara í að skrifa 1000 orð á dag sem eru cirka 3,5 blaðsíða. Og bara ég skrifa 1000 orð. Það var ráð sem ég fekk. 1000 orð á dag? Já. Ok. Og sem alveg frekar mikið. Já. En þá mitt, þú segir bara, alveg saman hversu lélegt það bara skrifa þessu 1000 orð. Og þá á einhverjum punkt ertu komið með 30.000 orð. Já. Fyrst ertu bara, hvað ég að gera? Svo allt í þegar þetta 30.000 orð, þá allt í já, þetta gæti orðið að bók. Sko. Þó þú þurfur að henda 20 staðum, þá þetta samt orðið eitthvað. Sko. Já. Þannig ég myndi segja fyrir mig sem ég lærði að sko, þú heldur einmitt að ég held að við lifum mjög mörg í þeim heima við höldum okkur í að líða einhvern veginn áður en við gerum eitthvað. En það eiginlega öfugt. Ef ég gerir hlutin sama hvernig mér líður, þá fæ ég líðanina í verðlaun. Þannig að þegar ég búin að skrifa í 10 daga, þá allt í hennu kemur dagurinn þar sem mér líður pínu eins og rithöfundi. Já. En ástæðan fyrir því að mjög margir byrja aldrei að þú ert að bíða eftir að þeir líði eins og rithöfundi fyrst. Já, menn aldrei líða þannig. Aldrei. Nei. Mögulega muni líða þannig í verðlaun. Já, einmitt. Þeir eru búin að vinna vinnuna, sko. Þetta alveg svo bara einhver sem að, þetta bara byrja að fara í ræktina eitthvað, skilur. Nei, mér þarf að líða eins og ég sé í rosa flottu formi eða eitthvað, skilur. Líður eins og langi að fara. Bara allt í einu kemur í bónus bara, ég nú nokkuð sterkur núna, skilur. Já. Þá ég búin að vera mæta búin að gera vinna fyrst í 2 ár, skilur. Einmitt. Þannig að
þannig að það var eitt og síðan einmitt að betur sjá auga en auga, sko, að fá ritstjóra. Já. Þú veist, ég held, já, nú þetta nú bara orðið, þetta góð bók hjá mér, skilur við. En síðan bara kemur einhver með önnur augu að þessu sem sérfræðingur í að skoða texta, sérfræðingur í að, og þá bara, hann tætir þetta bara í sig. Sko. Já. Þannig að ég myndi alltaf segja, og það áregla við fleiri verkefni, fáðu einhvern annan að borðinu fyrr en seinna, af því þú sérði ekki þín eigin blind spot. Einmitt. Þannig að annars vegar bara byrja að gera hlutin og hins vegar þegar þú ert búin að gera hann ákveðið lengi, fáðu þá einhvern annan að borðinu til að benda þér á þín eigin blind spot. Já. Þannig að ef ég myndi vilja shortcut af einhvern sem að skrifa bók, bara byrja að skrifa og þegar þú ert komið með x mikið á orðum, fáðu þá strax einhvern annan að þessu. Af því ég hefði örugglega getað flýtt þessu ferli, örugglega getað gefið þessa bók út 1 eða 2 árum fyrr ef ég hefði fengið ritstjóra fyrr. Já. Þannig ég myndi segja að ég fæ ritstjóra kannski þarna, ég held að það veri, hún kemur út í janúar 2019. Ég hef örugglega fengið ritstjóran í kringum ágúst-september 2018 eða sumarið 2018. Það gerðist meira af því svo þarf hún að fara í prentun þannig að hún þarf að vera tilbúin allavega 2 mánuðum áður en hún kemur út. Það gerðist meira á þessum 3 mánuðum frá júlí, ágúst fram í nóvember 2018 heldur en hafði gerst kannski á 1 ári þar á undan þegar ég eitthvað einn Já. að hanga yfir þessu, sko. Einmitt. Fá það aðalega fyrir Já. og fá feedbackið hraðar. Já. En að þú gefur nút og annað 2019, manstu hvað seldust mörg eintök? Það seldust, held ég, sko, það voru búin að seljast 5.000 þegar það kom síðan önnur upplag og Já. hvort það sé þá 2.000 í viðbót sem að það eitthvað að þeim að sörkjuleita ennþá þannig að það ekki selst í svona 6.000 sem einmitt. Það eru góða tölur. Það eru mjög góða tölur fyrir svona lítinn markað og fyrir svona bók sem kemur út í janúar. Ég held að þarna einu bækurnar sem að hafa selst svona vel á þessum árstíma eða öðrum árstíma einhverja matreiðslu bækur eða eitthvað svoleið, sko. Að þú veist, þú horfir á bókamarkaðan á Íslandi þá þetta þannig að það eru kannski 2, þú veist, þannig er Arnaldur, Yrsa og svo kemur kannski einhver einn svona Spútnik á hverju ári sem að selja, þú veist, Arnaldur er náttúrulega svolítið sérflokki, Yrsa líka þá kannski 10, 15, 20.000 eintök eins og ég á Arnaldi, fór einhvern tíðan upp í 30.000 held ég. En þú veist, það koma kannski út, ég veit ekki hvað ég segja, 500 íslenska bækur á ári, ég bara skjóta eitthvað út í loft, það getur vel að séu fleiri og það eru kannski 10 af þeim sem seljast 20 sem seljast yfir 1.000 eintök. Þannig að fólk ofta ofmeta. Ég veit ekki hvað ég hef talað við marga sem að halda bókin þeirra sé að fara að seljast í fleiri 1.000 eintökum. Ég skrifa ævisögu Jóns Páls Sigmarssonar sem er þekktasti Íslendingurinn og ég fæ aðgang á öllum sem skilur ég að þetta er að fara að vera blockbuster, sko. Það reynda klikkaði útgáfu fyrirtæki mjög illa en bókabransan á Íslandi er meira þess að þeir sem hafa verið að gefa út bækur mjög lengi, þú veist aldrei hvað er að fara að slá í gegn, sko. Nei, erfiður business. Mjög erfiður. En þú fylgdur þessu eftir á þér og þú varst með mikið fyrirlestrum. Já, það var aftur svona talandi tekjuhliðina, þá komu mun meiri tekjur í gegnum, þú veist, ég held kringum 200 fyrirlestra. Já, einmitt. Á 18 mánuðum eftir að bókin kom út, sko. Já, það er slatti. Já. Það er svolítið mikið. Já. Og þá einmitt þá varst að tala um svona hvernig fólk getur orðið betra. Já, og ég vildi bara gera þetta hardcore business, skilur. Þú veist, þú veist eitthvað, ég hef engan áhuga að koma inn í fyrirtæki sem eitthvað grútlegur, eitthvað svona, það er eitthvað kokteil föstudagur og ég vil bara koma, ok, þú er bara einn starfsmaður sem þú missir í kulnun. Já. Hvað sem ekki kost? Ég fekk dæmi um það, fleiri en 1 og fleiri en 2, að bara einhver var á leiðin í 6 mánaða veikindaliði. Hann hætti við það eftir að ég hefði komið og talað við. Já, ok. Þannig að þú veist, ég er ekki að segja að það sé en bara maður hugsa bara, það er ekki bara einhver sem er að fyrir veikindaleyfi, heldur bara að þú pikkar upp eitthvað eitt frá mér og breytir aðeins venjónu þínum, þá verður produktífari starfsmaður, sko, sem verður aldrei hægt að mæla. En ég veist bara, þú veist, það sem er að gerast í dag er að, þú veist, tölurnar sína bara, við erum að missa svona mikið productivity út frá streitu, út frá þessu. Ef ég kem hérna og ég tala við fólki ykkur, ég er allan tíman að fara að leggja áherslu á það að, þú veist, að því það er svona í þessu hugtæki til dæmis kulnun. Það er rosa mikið einhvern veginn, ég á enn eftir að hitta mannesku sem fer í kulnun sem næra rökstiða fyrir mér að það sé vinnun hennar að kenna. En samt kenna allir vinnustafanum. Það er bara, nei, þú ert ekki að taka ábyrgð á lífinni, sko, ef að vinna þín er skemmtileg og þú góður í henni, þá áttu bara að geta verið
talsvert mikið í vinnunni og lagt talsvert mikið á þig. Já, En ef þú kemur úr vinnunni og ert hangandi í símanum og ert ekki að sofa vel, þá mun álagið í vinnunni fara að hafa öðruvísi áhrif á þig. einmitt. Það snýst bara að þú er að taka persónulega ábyrgð og ég þekki fólk sem er undir gríðarlega álagi en funkar mjög vel að því það er að taka persónulega ábyrgð. Já. Þannig að allt mitt þema í mínum boðskap var bara ég að segja þetta mína sögu, hvernig ég var bara á leiðin í bara það átti að fara að senda mig ykkur á örorku og ég notaði bara fullt af verkfærum til þess að koma mér aftur í stand og ef ég gata þá getur þú það líka. Já. Og bara persónulega ábyrgð, þannig að þú veist það var oft sem vinnustæðir sem ok, ertu kannski að fara hana agítera fyrir því að fólk sé að fara í eitthvað, nei, bara þvert á móti. Ég er að fara að agítera fyrir því að vinnan þín, ef þú ert komin í einhver streitu ástand, komin í vandræði, þá geti vinnan verið þar sem að heldur þér réttu megin við línuna. Því ef þú ferð heim til þín og þetta er að fara að hvílað upp í sófa verandi í streitu ástandi fyrir, þá fyrst verður þú þunglyndur. Sko. Já, einmitt. Þú veist, félagskapurinn í vinnunni, tilgangurinn, rútínan við að vakna og þurfa að mæta eitthvað þar, það er kannski það sem er að halda þér frá því að þú sért ekki alveg farin. Sko. Já, einmitt. Þannig að og ég fann það oft frá mannauðsstjórum og svona, þeir voru mjög ánægðir með bara, þú veist, þetta er orðið svo erfitt fyrir okkur að fólk er komið í alls konar streitu ástand og það kenna allir vinnustanum. Já. Bara fólk var að vinna jafnlanga vinnudag fyrir 15-20 árum, en munurinn er bara þetta tæki sem að þú ert með fyrir fram að þig. Já, síminn, skilur við. Við erum bara spæka dópamínu upp og út frá því erum við komin í dópamín lúppu og út frá því fyrir við að borða meiri sykur og svefnin okkar verður verri og það er það sem er að setja í þetta ástand. Þetta hefur allt áhrif. Já. Einmitt. Já, þetta var 2019 og svo ferðu 2020 og þá ákveður að loksins að fara að stað með podcasti. Já, júní 2020. Sko. Þú tekur hann mjög gott 11 mánaða rönn. Já. Hvernig var það svona í byrjun þegar þú hver var svona skrefin að fara á stað með að þú varst ekki með einhverja framleiðendur sem að voru að vinna með þér? Jú, vann með framleiðslu fyrirtækinu Kiwi. Já. Svo þeir hjálpuðu mér mjög mikið. Ég hugsa þetta hefði ekki orðið það sem það var, því þeir komu með inn, þú veist, eru ungir strákar sem voru allir að hlusta á podcast sjálfur, svolítið svona meira modern í, því ég kem úr þessu hefðbundna fjölmiðla umhverfi og ég þurfti svolítið að, þú veist, þeir eru dvanir í að vera að taka viðtöl, og þá tekur það tíma að færa þau úr því að vera að taka viðtal yfir í að vera að taka podcast. Þetta er ekki sama formið. Já, einmitt. Og þannig að þeir hjálpuðu mér mikið og líka bara talandi umgjöruna sem við erum að tala með eins og þér í byrjun, bara flott lúk og allt þetta. Þú veist, það var alveg eitthvað podcastum á Íslandi en ég stend og fell með því að mitt podcast settið upp á allt annað level á Íslandi. Þetta er í fyrsta skipti sem kemur podcast sem er bara þetta er podcast. Já. Þetta er ekki bara í hljóði eða þú veist, þetta er fjölmiðill. Já, einmitt. Og hvað þú fer á stað með það og ert að gefa það út hvað 1 þátt í viku eða voru það fleiri? Nei, ég var að gefa litt 2 í viku. Það voru 2 þættir í viku? Já. Við fórum strax settum það svona sem svona, þú veist, við erum alltaf að fara að delivera einum en það komum með þessar vikur sem voru 3 þættir. Sko. Já. Og einmitt, svona þegar maður er að byrja eitthvað nýtt og maður fær, þú veist, ég fekk svo góð og mikil viðbrögð, þá færði náttúrulega að byrja í seglinn og þú veist, einmitt, þá fekk ég bara aftur þetta sem ég þegar ég var að byrja í fjölmiðlum. Mér langaði bara að taka fleiri viðtöl og gera meira og með þetta var svo gaman. Sko. Já, einmitt. Fljótur að fara upp. Já, ég var náttúrulega kannski búin að vinna mér inn þannig orðspor að ég, þú veist, náða að fá, þú veist, Kári Stefáns og mætir hann í fyrsta þáttin og það hjálpaði mér Ólafur Darri mætir hann í þátt nr. 4, Logi Bergmann var í þátt nr. 3, Katrín Jakobsdóttir sem var forsætisráðherra í þátt nr. 2, þannig að þetta er svona þungavíkt að line up strax í byrjun. Anni Mist hafi verið í þætti nr. 5. Já. Og þannig að þú veist einmitt, að því svo færi ég mig meira yfir í að vera að tala á alls konar fólk en þú veist, stór að byrja á kanónunum, sko, veist, það var alltaf hugmyndin, bara til þess að, þú veist, einhvern veginn, til þess að svolítið svona, hér er ég mættur, sko, og það er eitthvað áhugavert í gangi þarna. Já, einmitt. Manstu í byrjun hvernig töluna voru og áhorfið? Já, ég man að, einmitt, að þegar ég byrja að fá fyrstu tölunar, þá man ég einmitt bara, það er bara, ég man eftir 2 daga, að ég gáð 3 þætti í einu í byrjun. Já. Og ég sé þarna fyrstu helgin, þetta fyrir loftið held ég á föstudegi, að þá eru tölunar farnar að skipta einhverjum þúsundum, sko. Já. 3.000, 5.000 download og eitthvað. Og svo einmitt þetta bara, þú veist, ég held að þetta 11 mánaða rönn,
Já. Þú veist, kannski ég hrókafullur að segja þetta, en ég held að í seinni tíð þá þetta öflugasta rönn hjá nokkrum fjölmiðlamanni á Íslandi. Já. Ég var með 30 til 35.000 downloada meðaltal á þátt, sem bara ígildi þess að þú sért á primetime og ég að gera þetta einn. Sko. Bara eins og að vera með sjóðastu. Já, ég að gera þetta einn. Þannig ég man alltaf þegar að þá var þetta ritstjóri Fréttablaðs sem sendi á mig. Það er orðið stærra að mæta í þáttinu og þér heldur en að fá forsíðun á Fréttablaði. Já. Einmitt. Þá fylgir því náttúrulega ákveðin völd. Já. Að vera með svo mikið vægi í þjóðmálaumræðunni og síðan kemur COVID komið þarna þegar ég að byrja og ég var strax sko, þú veist aftur, ég ætla ekki að fara að vera einhverju samsæriskenningagýr en eitt af því sem ég fann alveg einmitt að það var alveg svona, ég var byrjað að hleypa fólk í þáttin sem var að segja skoðanir á COVID sem voru ekki hinn eina rétta skoðun sko. Já. Það var alveg fullt af fólki sem að vildi það ekki sko. Einmitt. Þannig einmitt svona orkulega séð, þá hugsa maður sko, þú veist það er svo, ef þú ætlar að vera mjög mainstream í fjölmiðli á landi eins og Íslandi, þá fylgir því svolítið að þá þarf það að vera vinur allra. Já. Þetta er fín lína. Já, og það sem mér hefur langað að gera meira eftir að síðan gerist þessi cancellering, að þegar ég byrjaði aftur, þá náttúrulega þetta bæði, þú veist, var mjög trikki að byrja aftur og síðan ákvaði ég að fara í áskrift, því það meikaði bara sens tekjulega. En þá náttúrulega detta töluna niður, en þá líka hugsaði ég, nú ætla ég bara að vera ég sko. Já. Bara fokkið ykkur, ég hættur að reyna að vera vinur allra. Já. Bara segja sem þú vilt. Já, af því það pínu svona einmitt, þú veist, það ekki hægt að, þú veist, það verður þegar ég horfði tilbaka, þú veist, ekki það sé neitt af því, en undir restin þá komið mjög stór fyrirtæki, þú veist, Arion banka, Ölgerinn, ég ekki hægt að setja út á þessi fyrirtæki. Þá það aftur komið með svona pínu, það farið að spurja, hverjir næsti viðmælandi hjá þér? Þú veist, farin að ritskoða sjálfa þér. Þeir stjórna svolítið. Ég veist, þetta er eins og oft þegar það tala fjölmiðla og fréttastjórnir og eitthvað samsæri. Nei, þú byrjar að ritskoða sjálfa þig. Það þarf engin annar að ritskoða. Þú bara veist hver að láta þig fá peningana og ef þú finnur og honum ekki alveg eitthvað þóknanlegt, þá verður þú hræddur að þú missi tekjurnar þínar og þá byrjar að ritskoða sjálfa þig og það kosturum við að vera bara með áskrifendur. Það bara ok, mínir hlustendur að borga launin mín, ég geri það sem ég sýnist. Já. Einmitt. Ég engum háður. Já. Maður verður alltaf pínu háður ef maður með samstagsal ég sérstaklega þessi stóru fyrirtæki því, sorry, ef maður tala bara mannamál á þessu tímabili á Ísland og það alveg ennþá í dag, þá svona einhvern veginn við erum að reyna að vera rosa græn og við erum í fjölbreytileika og bla bla bla, skilur þið trúið þessi ekki einu sinni sjálf, bara gera þetta til að gangi í augun og massanum sko. Já, einmitt. Og ég vil standa fyrir það við erum komin á þannig tímapunkt núna að vera bara authentic, sannur og segja satt, ok, kannski mislíkar ykkur það en ég ætla ekki lengur að vera þykjast vera ykkur annar en ég. Þú ert bara þú sjálfur. Já, ég menn eins og með COVID síðasti þátturinn sem ég gaf út áður en þetta hrundi allt var við strák sem heitir Davíð Oddgeirsson og hann var að tala mjög sterkt gegn COVID. Brimbretta kappan. Eða Heiðarlogi Nei, hann snjóbretta. Snjóbretta. Og hann í þættinum basically bara, þú veist að því ég keypti alveg hann að COVID á sér staði í februar, mars 2020. Já. Ég kaupið alveg í blá byrjun, tölurnar sýndu það og bara ok, við þurfum alltaf að passa okkur og ég var alveg pínur hræddur og allt þetta. En það strax að í apríl, mæ sé ég bara því ég að skoða tölurnar yfir heima, bara dauðaprósentan alltaf að fara niður. Þetta ekki alveg hættulegt og hvað sagt og ég fer að sjá bara, þetta að stefni eitthvað svona lögregluríki hérna og strax þá var ég farin að hugsa þetta eitthvað, þannig að þegar ég komin hann að rétt áður en allt reyni hjá mig, þá þetta komið í sko apríl, mæ 2021 þá ég eiginlega komin á þá skoðun að þetta sé bara orðið bull sko. Bara algjört bull og ekki eiginlega, ég var bara komin á þá skoðun þannig að þegar ég með hennar stráki viðtal og hann bara það frjáls að hann bara að segja, hann bara algjörlega á mannamáli og ég man eftir mómentin þar sem ég einhvern veginn að hlæja og það sést á mér, ég algjörlega sammála og svo hann bara eitthvað í tími og ég segi, ég fyrir svona einhvern veginn í fjölmiðlamannin að koma með eitthvað tvö og hann mitt læra mér og segir bara, Gaur, þú trúir ekki einu sjálfur þér, hætti þessu rugli og þá fer ég bara skellir læja því það var bara rétt hjá hann og þá svona, þú veist, þetta gott að vera þegar maður að taka viðtöl og sérstaklega maður að taka þjóðmálaviðtöl að kunna að vera hlutlaus og tala bæði en hlutaði ég líka bara að fá einhvern
eins og þegar ég fengi Kára Stefánsson svona núna aftur, þá segi ég bara, Kári, ég let ekki bólusetta mig. Nei. Og hér eru ástæðunar. Ég keifti ekki þetta grímurugl. Mér fannst þetta bara rugl, skilur við. Svo getum við bara debatterað og við getum verið ósammála. Það allt í góðu. Og ég ekkert að segja að mínar skoðanir sé alltaf þeir réttu, en ég nenni ekki lengur að fela þér. Já. En mannst á þessum tímapunkti að nú talar hvað, apríl 2021, að mars-apríl, þegar að kemur þessi, þú fer bara úr því að vera bara með lang stæðsta podcasti og stæðsta miðil, bara eitt stæðsta miðil á landinu, svo segja með öll þessi views, yfir í það að allt í hennu bara hrynur allt. Já. Einstök lífsreynsla, sko. Bara einstök. Og þannig að svo mörgu leiti, sko. Þú veist, ég er búin að klára 3 ára háskólanám og síðan framhaldsnám ofan á það. Ég hef lært miklu meira þessu heldur en öllu háskólanám. Sko miklu meira. Já. Þú veist, það fá marga mastersgráður í hlutum sem að flestir fá aldrei að prófa. Já. Þú skilur allt í hennu, já, svona virka múgsefjun, sko. Já. Þú ert kannski búin að lesa það, en þarna bara sér það. Magnið af fólki sem kom upp að mér og segir, heyrðu, ég sé hvað þetta var mikið kjaftaði til að fara illa með þig. Ég myndi aldrei segja það ópenbarlega. Ég þóraði ekki. Ok. Svona virkar þetta bara. Já. Að því það sem var kannski erfiðast fyrir mig var að, þú veist, ég hef alltaf vilja taka ábyrgð, sem þýðir það að, þú veist, kannski ekki ágætt að lýsa sér þannig, ef þú hefðir farið út og verið böstaður fyrir ölvunakstur. Og hið sanna í málinu var að þú fékkst þér 2 eða 3 bjóra. Já. Það satt, sko. Og þú átti ekki að gera það og þú varst böstaðið það. Það er ölvunakstur. En svo kemur umfjöllun þig, það sem er sagt, já, Siggi, hann drakk heila vodkaflösku og keyrði á barn. Já. Og þig langar að taka ábyrgð á bjórdrykkjunni. Já. Þú getur ekki tekið ábyrgð hérna því þú gerðir það ekki. Það er erfiðast fyrir mig var að mig langaði aldrei að koma þarna eitthvað út og segja ég er fullkomin gæi, ég hef aldrei gert neitt að mér langaði að taka ábyrgð á því, það er alveg hegðunarmynstur hjá mér sem ég þarf að skoða. Ég hef aldrei sagt að ég sé búin að vera fullkomin í öllum mínu samskiptum við kvenfólk, bara aldrei. Já. En ég er sakaður hluti sem ég gerði ekki. Einmitt. Þannig að það er svo sárt að, þú veist, mér langar bara að taka ábyrgð, en ég get ekki tekið ábyrgð á okkur sem bara rugl. Já. Þannig að, þú veist, eftir á að hyggja einmitt talandi fjölmiðla, þú veist, það dregin að flota, þetta ekki viðtal við Katalínu, sko, þú veist, þekktustu vændiskonu Íslandssögunar og hún gerð að fréttamaður, bara gleymd að googla að ég gerði þáttum hann í sönnum íslensku sakamálum, ég hef aldrei hitt konuna en hún er búin að hóta mér með reglulegu millibili mörg ár, skilur þú? Já, einmitt. Þetta var svona tímabil, það sem er svona, ég vona ef að mitt mál getur gert eitthvað gagn fyrir aðra, ég vona fjölmiðlarnir fóruð það langt fram úr sér í mínu máli og síðan hlutum sem gerðist í kjölfarið að ef einhver annar er í sömu stöðu í dag þá vil ég trúa allavega fjölmiðlarnir séu búin að læra þetta verður ekki endurtekið, sko. Já. Þetta var algjörlega galið. Einmitt. Og talandi RÚV, skilur, RÚV skrifuðu frétt að ég hefði verið kærður áður en það var nokkuð búin að kæra mig. Og það stendur í siðareglunum RÚV gæta skal sérstakrar varúðar í umfjöllunum kærumál. Já. Það er náttúrulega svakalega. Fréttin eitthvað beinlínis röng þegar hún var sett fram. Já. Og síðan skilur svo er búið að leiða allir þessi mál til lykta og það komið niðurstaða í þetta. Vísir sagði frá því. Ég er þeim mjög þakkláttur fyrir það. Hinn er fjölmiðlarnir, nei. Fjölluðu ekki RÚV hefur ekkert ennþá sagt frá því, MBL hefur ekkert ennþá sagt frá því og það er svona, ok, byggu til allan hennar storm eitthvað. Já. Svo er hérna komið niðurstaða eftir, þú veist, ítarlega rannsóknir og mjög mikið. Er það ekki frétt? Einmitt. Skilur, þannig að þú veist, þetta er alveg 2 vinklar til að líta á þetta, að því meira sem að ég fer á þann stað að bara, mér langar til þess að horfa á þetta og segja bara þetta er mín vegferð og ég ætla að búa til gjöf úr þessu. Skilur, þetta er fucking erfitt og viðbjóður að fara í gegnum þetta, en ég vil bara geta sagt, þetta var besta sem komið fyrir mig. Já. Bæða því, kannski var lífið bara að slá með þessu utan undir og segja að þú þarft að laga okkurna hluti hjá sjálfu þér og líka bara einmitt, þetta að fá þessa reynslu. Einmitt. Sem bara allt í, þetta er bara reynsla sem þú getur ekki lesið þetta í bók. Þú verður að fá hann alltaf að skilja hana, sko. Já. En að því sögðu, þá má maður alveg líka, því meira sem að maður tekur ábyrgð á þessu og segir, ok, þú veist,
ég þurfti að taka á ákveðnum hlutum og ok, þú veist, lífið að reyna að segja mér eitthvað hérna, og ég ætla ekki að vera fórnarlamb, því meira getur maður líka bara skila því sem bull Já. og sagt bara já, en fjölmiðla umfjöllun þetta var bara rugl, algjört rugl, sko. Hvað myndirðu segja svona í gegnum þetta ferli að fara svona að við fara úr þessum hæðum og bara beint niður á mögulega lægsta punkti sem þú verið í þínu lífi, að hafa verið svona mesti lærdómurinn? Sko ég myndi segja í mínu tilviki mjög þakkláttur fyrir að ég misti enga vini, allir í kringum mig sýndu mér hverjir þeir eru. Já. Það er rosa mikilvægt. Mikinn stuðning þar. Já, mjög mikilvægt að sjá bara, ok, fólki í kringum ég er með gott fólki í kringum mig, sko. Þannig að það er eitt og síðan einmitt, þú veist, sem er svona, þú veist, ég ætla ekki einu svona að telja upp hvað ég vaknaði marga morgna sem fórnarlamb, sko, og vorkenndi sjálfum mér, en það var alltaf smá önnur rödd sem var bara allt fólk sem þú lítur mest upp til hefur farið í gegnum mikla erfiðleika og stigið upp úr. Þannig að þú veist, þarna farið tækifæri til þess að ekki bara í einhverju teóríu, þannig að farið tækifæri til að lifa það, að segja bara okay, ég ætla að koma út úr þessu sem sterkari maður. Já. Og þá ertu kannski á einhvern nátt orðin einhver sem aðrir geta hort til og sagt það er flokk hvernig hann dílaði við þetta. Og einmitt, þegar ég byrjaði aftur með podcastið mitt, það var alveg, þú veist, það var gott fyrir mig núna því þú spurði mig þegar við heyrðumst í síma, hvort maður gera marga þætti, maður gera 351 þáttu komin út núna held ég. Já. En það voru bara 108 eða 9 farnir út þegar þetta gerist allt. Þannig ég er búin að gefa tvöfalt fleiri þætti eftir þetta heldur en fyrir þetta. Já. Og það kom langt tímabil, sko. Það sem að bara, þú veist, ég er að senda á eitthvað fólk, þú komið í podcast, það er svona, nei, ég er ekki alveg stuði fyrir að mæti viðtal, svo sé ég viðkomandi bara í öðru podcast eftir 2 daga, sko. Já, einmitt. Enginn þorði að segja beint um og þá bara, þú veist, það veit ég, því ég líkar ekkit illa við mig, en samfélagið er ennþá á þeim stað að þú þorir ekki að mæta til. Þorði ekki að taka slægin. Þannig ég sé að við gert næri 100 þætti. Það sem ég var bara, ég myndi segja, sko, púlíana fólki sem var til í að mæti viðtal til mín var mjög lítill hluta íslensku þjóðinni, sko. Já, einmitt. Það er tímabilið þar sem ég var að grænda og sýndi sjálfur mér, þú veist, ég mun alltaf vita hvað ég þurfti að grænda mikið þar, sko. Og hvað það var í raun og veru, já, bara hvað töff tímabil, af því þú veist, þá ertu með hana saman, þú veist, búin að vera bara eitthvað rétt áður en það skeður allt, það eru bara ráðherrar að grátbiðjum að fá að koma í þáttinn minn og selebin vilja öll koma og allir vilja vera vinir Sölva og allir yfir í að vera bara eitthvað, ég þarf að taka bara eitthvað samsæri snöttara og eitthvað fólk sem er í landsliðinni að þóra að vera óvinsælt. Einmitt, byggja þetta upp allt aftur. Já. En hvaðan kemur þetta eins og nefnir aðan, sko, besta sem að kom fyrir þig eða gott að kom fyrir þig, hvaðan kemur það viðhorf? Því ég get ímyndað mér leið og ert að fara í gegnum þetta, þú ert kannski ekki að hugsa það, en hvenær verður svona sú breytinga, hvað þarf til þess? Ég held að sé bara þegar þú er búin að fara, ég held að sé annars vegar bara reynsla, þú veist, þegar ég er rekinn andan frá Stöð 2, þá man ég að ég get sagt ári síðar, þegar ég komið með minn eigin sjónvarpsþátt á Skjá 1, ég komið með meira frelsi, ég byrjaði að skrifa bækur við hliðin á því, þá gat ég sagt, vá hvað geggjaði ég að vera rekinn. Já. En þegar það gerðist þá var það hræðilegt sem það komið fyrir mig. Einmitt. Svo 2019 þegar ég gefa út þessa bók á eigin skinni þá sko er ég í raun og vera að búa til styrkleika úr mínu erfiðasta tímabili þegar ég hafði klest hrikalega á vegg og bara rosa veikur og farandi á milli lækna yfir í að vera alltaf með bók sem er að seljast í svona mörgum eintökum, halda fyrirlestur og hjálpa fólki með því að vera að deila mínu erfiðasta tímabili. Einmitt. Þannig að ég hafði einhverja persónulega reynslu af því að snúa því erfiðasta upp í eitthvað gott. Já, og fara í gegnum svona hæðir og leiðir. Já, og síðan líka bara held ég, þegar þú ert komin á ákveðin stað í þinni sjálfsvinnu, þá einhvern veginn ertu bara, þú veist, ég veit að ég er ekki fórnarlamb, ég veit að ég get ekki lengur reynt að selja mér þetta sé bara allir voru vondir við mikið Sölva. Já. Þú veist, það er, ég trúi pínu á að lífið sko er að kenna þér eitthvað og þú veist, það var ég man að þegar þetta skeður þá náttúrulega bara, þú veist, þetta er bara þú veist, að lesa fréttirnar sig og ég fer að inn á geðdeild og allt í steik og svo fer ég upp í sveit og ég hafði bara verið fórnarlamb sko, fram að því bara, sem var mjög eðlilegt og mjög mannlegt þetta var
hræðilega röng umfjöllun og brútal og bara líka magnið af fólki sem var að dreifa einhverju skilaboðum og einhverju rusli mig, skilur. Já. En þá man ég hringi í 2 menn þarna, og ætla að fara að láta ofvorkenna mér, sko. Þegar ég komin upp í sveit með vinnum mínum. Hringdi í Brynja Karl, körfuboltaþjálfara. Já. Sem einmitt, maður sem stendur oft í ströngu að því að mainstreamið ekki mjög hrifið að honum. Hann eins og hann og ég ekkert sammála öllu sem hann að gera, en mér finnst svo stórkostlegt, sko. Ég farið á æfingar hjá honum þar sem hann að þjálfa þessar stelpur í körfubolta. Ég hugsa bara, ef ég ætti dóttur, bara, ég myndi vilja setja hann í liði á Brynjar Karl, sko. Já. Þetta algjört empowerment. Ég hringi hann og einmitt að því að hann svona gæi sem að sér stundum hlutina frá öðru sjónarhorni en samt í mér var eitthvað, hann hlýtur nú að vera til í að taka undir þegar ég ætla eitthvað að fara að byrja að vorkenna mér og hann segir bara svolítið til hamingju. og ég man bara að þetta var eins og högg, sko, hvað maður tala sko, og svo segir hann bara, þetta er bara champion sem að fá að fara í gegnum svona, sko. Og ég var ekkert komin á þann stað þarna að sjá þetta frá þessum punkti, en það samt svona þetta sáði fræjum, sko. Og svo hringi ég í Tolla Morten sem er svona annar maður sem ég hef litið upp til í gegnum tíðinu og hefur kennt mér mikið og hann manni mitt að það var aftur svona, ég ætlaði eitthvað að fara að barma mér, sko, og þá segir hann bara, ég þekki, það er augljóst að það er verið að ljúga einhverju upp á þig, það er augljóst ekki slæmugæi, það er augljóst að það er eitthvað, en þú átt einhvern þátt í þessar atburðar og sjálfur. Ef þú ætlar einhvern tíðan að heila þetta ferli, þá verður að skoða hver minn þáttur og laga það. Já. Þetta er bara svona full on ábyrgð, Einmitt. og ég man að því ég ber það mikla virðingu fyrir honum. Ég gat ekki eitthvað að byrja að andmæla, ég vissi bara þetta satt. Þannig ég man að þarna verður eitthvað sviss, þarna byrjar að kvikna á þessari rödd strax 4 dögum eftir þetta. Ok, er eitthvað gjöf í þessu? Já. Hvað get ég gert núna til þess að bara byrja að gera eitthvað sem veldur ég að ég muni eftir einhvern x langan tíma sjá þetta sem mjög góðan atburð. Já. Og ég flakka alveg svolítið á milli, ég meina það koma dagar í dag þar sem ég er svona eitthvað að, þú veist, ég og akkur þetta þurfti að gerast, en það er orðið frekar sjaldgæft. Já. Og svona að mestu leyti, hugsa ég, ef ég var spurður í gærkvöldi, ég var með nokkrum góðum mönnum og það var eitthvað sem spurði mig, sko, myndirðu vilja, þú veist, þetta hefði aldrei gerst? Og svarið mitt var nei, sko. Já. Ég er þakkláttur fyrir þetta að hafa gerst. Það er bara styrti. Já, ég raun og veru, sko. Það er alltaf trú að þú myndir komast aftur á nákvæmlega stað sem þú ert í dag. Talandi það hvað búin að gefa 2-falt meiri podcast þetta út eftir þetta og... Já, þú veist, ég hugsaði kannski einmitt, það verður erfitt að verða aftur eitthvað svona mikið mainstream og að verði sömu tölur og allt þetta, en þú veist, það er eitthvað í mér sem er bara over my dead body að þið séu það frá ákveða hvernig ég hættir. Gleymið hugmyndir. Og ég man alltaf eftir því þegar að ég var í samskiptum við suma aðra sem að hafðu þarna farið í gegnum eitthvað sambarilegt, samt náttúrulega hvert mál einstakt fyrir sig, en ég man þegar ég sé mitt viðtal þarna við Auð tónlistarmann. Já, ég man þegar hann segir setningar sem að hann kemur í viðtal og mjög auðmjúkur og mjög flott, en ég var ekki sammála þegar hann segir á einu stað, ég náttúrulega stýriði ekki áfram hvort ég fæ að gera tónlist. Mér minnir hann hafa orðað eitthvað eins og ég segi bara, jú, þú stýrir ekki hvort þú hlust á tónlistin. Nei, einmitt. Það var það sem ég var með mig. Þið stýrið ekki hvort ég gerir podcast. Já. En svo ræður fólki hvort það hlustar á það. Einmitt. En ég er að fara að halda áfram að gera podcast. Og ég var meira sér búin að hugsa, ef ég var komin í þannig, sko, dómsmálaráðherra landsins, sko, kom fram og sagði að það hægt að trúa öllum konum þegar að það lá eiginlega bara einn maður í valnum og hann hét Sölvi, sko. Þannig ég var bara farin að hugsa, ég er stattur bara í konspírasi hérna. Ég verð bara dæmdur í fangelsi þó ég sé saklaus. Og þá meiri sig að segja, ef ég fer í fangelsi, ég mun gefa út podcast frá Litla-Hrauni. Já, einmitt. Þú ert ekki að fara að stoppa. Ég er ekki að fara að stoppa. En hvernig er þetta í dag? Núna væntanlega er þetta orðið svipað og var hérna áður fyrir að bóka viðmældur? Já, það er mjög mikill upplið, sko. Já. Ég myndi segja að það sé svona mikill meiri hluti, nema einn munu líka sem hefur ekkert með podcasti mitt að gera, það er að ein ástæða fyrir það aðeins erfiðar að bóka núna sem hefur ekkert með þetta að gera, bara hvað komið mikið af podcastum. Mikið af podcastum. Þannig að þú veist, eins og þekkt fólk, ég meina Bubbi Mortens og eitthvað, skilur, það er bara, þú veist, það verið að biðja manninum að mæta í 10 podcast í hverju viku, skilur. Þannig að þú veist, þó þannig væri að hann sé orðin þreyttur og þeir mæti viðtöl. Þannig að það er svona,
það er eitt sem einhvern veginn, það hefur ekkert með mig að gera eða þetta, það er bara þarna svo mikið mikill ágangur á ákveðin hópa fólki að því þetta fólk selur podcastið, það er allir að reyna að fá það í podcastið sitt, sko. Einmitt. En ég myndi segja að það mér gaman fyrir kosningarnar einmitt, þá komu þau öll til mín, sko, Kristrún, Frosta, Bjarni Ben, Þorgerður Katrín, það mætti allir leiðtogarnir, sko. Já. Og einmitt, þú veist, bara svona þegar kanónur fara að koma, Baltasar Kormákur, Egill Ólafsson, skilur og svona, þú veist, þannig að ég myndi segja, þú veist, ef ég ætti að vera bara heiðarlegur og tala mannamál, það er ennþá ákveðin hópur af fólki sem er í einhverju svona, því þessu fólki líkar ekkert illa við mig, en það er kannski í einhverju svona vinstri sinnað svona vinahóp eða Facebook hópurinn þeirri þar og þau eru bara hrætt við álit annara, en þeim líkar vel við mig. Já. Þetta er mjög lítill hópur orðin, skilur, að því pendúllin er búin að snúast mjög mikið, sko. Já, einmitt. Ég held líka, þú veist, það sem ég vissi alveg frá blá byrjun hjá mér, út af því ég var bara með gögnum það hvernig ákveðið fólk hegða sér, að það er loksins núna er ákveðið fólk sem var í farabróti í því að láta þetta fara sem lengst, að nú er allt í einu flest ekki hún var nú ekki alveg að koma frá góðum stað, hann var nú ekki alveg á réttum stað, það tók 3-4 ári, bara ok, ég vissi þetta strax, sko. Einmitt. Þetta var ekki fólk sem var að reyna að gera heiminn betri, sko. Það var bara að reyna að pumpa sín eigin ego og taka aðra niður á sama tíma. Já, einmitt. Hvað er þá svona markmið hjá þér í dag með podcastinu? Það er raun og veru bara, ég byrjaði að gera aðra hluti líka. Ég verið að vinna aðeins meira með fólki, tengt heilsu, ég er með kallahópa í ákveðinni vinnu, bara svona sjálfshjálpa vinnu. Já. Og ég er aðeins byrjaði líka í ráðgjafa, þannig að svona coaching eða? Já, þannig að markmiðið með podcastinu er, þú veist, bara einhvern veginn að halda áfram, þú veist, ég er búin að finna það núna eftir ég var út og komið heim, að ég er raunverulega nýtast þegar ég sitt og er að finna svona, þú veist, mér langar að fara lengra í að horfa á þetta bara sem mína listgrein, ef ég væri málari, og þá er staðin fyrir að vera að obsessa yfir einhverjum tölum eða eitthvað þannig, að vera meira að horfa á, þú veist, að því ég hef alltaf verið svona generalisti í gegnum tíðina, þú veist, ég er búin að gera mikið, skrifa bækur, gera heimildamynd, gera svona fjölmiðla, alls konar. Já. Þá hef ég oft hugsað, ég öfunda fólk sem er bara að mastera einhvern einn hlut. En ég hugsa, ef það er einhver einn hlutur sem ég er að mastera hægt og rólega, þá er það að taka viðtöl. Já, og náttúrulega bara world class þar eins og við hann sagt við áður, sko. Já, mér langar að halda því á, ég sé fyrir mér bara, þú veist, ég sé ekkert akkur bara, þú veist, bara halda því áfram á meðan að hjartaði mér slær, sko, þú veist, hvort sem einhver að hlusti ekki. Einmitt. Það var eitthvað sem ég vil gera og það er alltaf gaman að svissa aðeins, þú veist, þannig að það sem ég er að gera núna er kannski að búa til aðeins fleiri stoðir tekjulega. Já. Og ég vil ekki að öll mín innkoma sé Sölvi Tryggva, sko. Já. Heldur sér gott og það sem þetta ferli kendi mig líka, gott að vera með eitthvað sem er bara eitthvað annað, skilur. Einmitt. Til þess að ég geti meira nálgast podcastið mitt. Þú veist, það er búið að vera kannski tímabil þar sem þetta er búið að vera þannig að ég er háður þessu tekjulega. Já. Mér langar meira nálgast þetta sem er mitt bara listgrein, skilur. Og ef að ég myndi allt í hennu koma að staði, heyrðu, til þess að ég sé að gera þetta sem best, þá þarf ég núna að taka break frá sér smá tíma. Þá gæti ég gert það, skilur. Einmitt. Þannig að hvaða skref hefur þá verið að taka til þess að komast frá þessu að þurfu ekki bara að treysta á podcasti sem ég bæði ráðgjafa vinna, coaching með fólki, kallahópar og dót sem ég get gert online. Já. Og síðan er ég einmitt að skoða núna sem er eitthvað sem ég hef aldrei gert, sem er bara að vera að selja vöru. Já. Bara physical vöru. Já. Fólk panta bara á netinu. Já, ég bara seljaði kaffi eða kókosvatn eða þá hef ég mitt hugsað eitthvað sem snýra heilsu, sko. Já, einmitt. Af því að þú náttúrulega ferðast gífurlega mikið. Náttúrulega mjög duglegur að fara til útlanda og væntanlega vilt eins og nefnum með podcast eða svolítið erfitt saman þú getur kannski oft tekið þætti upp og átt hellinga þáttum til að gefa út að þá náttúrulega bindir það svolítið við að þurfa að koma alltaf heim til þess að taka við þættina. Verð þá kannski að vinna svolítið að því að fá þetta svona location freedom. Já, því jafnvel þó að hendi mér mjög vel, þú veist, ég hef enga þörf fyrir að vera eitthvað, ég get verið kannski 6-8 vikur ef ég er búin að taka mikið af þáttum. Já. Og í raun og veru hef ég hingað til ekki fundið þörfina fyrir að vera eitthvað lengur í burtu í einu, en bara það geta það. Já. Ég stýri því aftur, bara þessi tilfinningum
frelsi að það sé aftur skilur jafnvel þó ég myndi á endanum vilja hafa lífið mitt nákvæmlega eins og það er núna þá myndi ég samt vilja geta verið algjörlega frjáls þannig að það Haft væri skilur bara valmöguleika. Já. ef ég er hérna úti og mér líður þannig og mér langar að vera hérna í 3 vikur í viðbót þá bara ger ég það Já. Einmitt. Myndirðu segja að það væri kannski svona stærstu áskorun sem þú ert að fara í gegnum núna? á ákveðin hátt, já Já. á ákveðin hátt af því að þú veist það er líka þetta að þú veist, ég fann það einhvern veginn þegar þetta gerist allt, þegar þetta hrynur allt og svona, þess að bara partur af mér sem ok, ég ætla að halda þessu áfram og ég er góður í þessu og ég vil gera þetta og þetta. En síðan annar partur sko, en kannski var einmitt lífið að íta eins í mig og segja, þú veist, þú átt ekki að vera fastur bara í þessu sko. Já. Þannig ég finn eins og núna, það gefur mér mjög mikið að vera að vinna með fólki sko, og sérstaklega kallmönnum. Já, einmitt. Það komin hellingsreynsla í mann eftir allt sem maður er búin að vera að bauka. Búin að fara í gegnum þetta sjálfur. Já, einmitt. Hvernig en er þetta þá svona hópar sem að þú ert að sjá svona einhver lífstílshópar? Já, ég hef verið að sjá hópa því það er aftur ég trúi því að ef þú parar saman hópa fólki þá, þú veist, og svo byrja fólki að kynnast innbyrðis að þá geta þeir verið að hjálpa hver öðrum. Já. Búa til accountability sín á milli og svona skilur þannig að það er hægt að búa til einhverja dýnamík með hóp sem er erfitt að búa það sem ég er að segja kannski ef ég væri að vinna með þér 1 á 1 að þá ert þú veist, á milli sessjóna hjá okkur þá ert þú pínu 1 en ef ég væri að vinna með þér 1 á 1 og svo verður við líki í hóp að þá ertu með hópin á milli þess sem að við erum að hittast þannig ég veit að sé svona það er eitthvað í því svona hækka fríkvensið einmitt en einmitt, svo er líka bara gaman að skoða ég hef aldrei haldið sko retreat því það er líka eitthvað sem gerist þegar fólk kemur saman bara physically og er saman í kannski 3 þú raunverulega vilt breyta ykkur í lífiðinu að þú kannski færði eitthvað inspirasjón og motivasjón en svo ertu bara að droppa inn í munstriðin eftir klukkutíma staðin fyrir þú ert búin að taka þau út úr þínu daglega lífi þú bara eins og þú ert núna nýkomin frá Las Vegas og þú ert að marinera þig í þessu ekki bara í eitthvað 1 sessjón, heldur í marga dagur röð, þá er möguleiki að þú raunverulega sért að breyta ykkur. Já, einmitt. Ertu með einhver dæmi einhver svona venjur eða hefðir sem að þú hefur tileinkaðir eftir allt þetta sem að þú hefur farið í gegnum? Já, fullt, þú veist eitt, bara allir með þess að kaldast utan á morgnana dettur nánast aldrei út. Ég borða nánast aldrei kolvetni fyrir hádegi, þú veist, ég fæ mér bara bulletproof kaffi og þú veist, það er oft bara svona að láta blóðsykurinn aðeins í friði það er mjög margt sko ég fer mjög reglulega út í náttúru fjallgöngur og svona dót því ég finn bara það er eitthvað sem ég eiginlega verð að gera til að tengja mig ég fer aldrei í síminn kemur aldrei inn í svefnherbergið mitt og ég fer aldrei í símann fyrsta hálftíman eftir ég vakna á morgnana svona sitt hvað sko einmitt svona litli vanar og hefur einmitt og viltu eitthvað koma inn á það með fjallgöngunar af hverju þú byrjaðir að vera duglega þar hvað er stóra markmið? Sko það er stóra markmið ég hafði einhvern tíðan hugsað að fara að basecamp á Everest en svo einmitt að því að kærastinn mín er frá Tansaníu ég er búin að vera þar þá finnst mér eiginlega ekki hægt annað en ég fara upp á Kilimanjaro og þannig að það er auðvitað að hæða að veit enginn hvernig hann verður í þetta er alveg næðið í 6.000 metra hátt fjall sko. Veit enginn hvernig hann verður í komin yfir 3.000 þá svona byrjar þetta þú getur verið í frábæru formi en hrunið bara þú veist ekkert hvað gerist þú getur verið með 2 aðila og annar er í betra formi en hann þolir hæðina verð þannig að maður veit ekki en einmitt bara láta reyna á þetta einmitt og þannig ég er ekki búin að ákveða tíma en ég ætla að gera það en þú ert að ganga upp Úlfarsfelli mjög reglulega og Esjuna líka eða? Já, og einmitt, ég hugsaði einmitt núna í dag bara rigning úti og ég var aðeins ekki vanur því en ég var aðeins fram eftir í gær sko, þannig að ég svona pínu ætla bara að taka sunnudag í dag þegar við erum að sittum en ég var að hugsa úr því ég komin alla leiðina einhvern á vellina og þá ætti ég eiginlega að hoppa upp á Helgafelli en í Hafnarfirðinum sko. Og ætlar ekki að fara berfættur eða beru ofan? Í dag? Nei. Kilimanjaro? Nei, upp Helgafelli. Upp Helgafelli? Ég hef náttúrulega labbað nánast öllu sem fjöll bæði beru ofan og berfættur sko. Já, við erum nú einu sinni tekið Esjuna. Já, það var grjóthart með. Það var í síðasta skipti sem ég fór beru ofan. Það eru strákar einmitt, Frosti og
einn annar gæi, eða 2 aðrir gæjar, þeir eru að fara í Esjuna alla miðvikudagsmorgna og oftast henda þessu úr ofan. Já. Ég var einmitt að setja það í bókina mín að ég ætti að henda mig með þeim næsta miðvikudagsmorgun, sko. Já. Það er ekki eins slæmt og maður hefði haldið, sko. Nei, það er aðalega einmitt þegar maður er búin að vera eins og núna, ég er búin að vera í 8 vikur nálægt miðbug, þá er þetta bara einmitt, en aftur kaldasturtan, bara ég byrjaði á henni daginn eftir ég kom heim. Já. En einmitt, svona, maður finnur að maður er aðeins góðu við sjálf og sig þegar kemur að kuldanum, þegar maður er orðin að svona smá aumingja. Já, maður láta tilfinninguna stjórna. Já, einmitt, það tekur smá tíma að íta sér aftur í gang. Einmitt. Já, ein svona spurning bara í lokin. Hvað er sérðu eftir 10 ár? Eitthvað svona ákvæði sem þú vilt hafa lokið að koma að stað kannski eitthvað annað heldur en það sem við erum búin að ræða núna? Þú vilt kannski vera að koma með fleiri tekjumöguleika heldur en bara podcastið? Já, ég sé fyrir mér einmitt þarna bara mikið frelsi og einmitt. Aftur hafa eitthvað tíðan sagt, sko, þegar ég var að lesa sem mest í sálfræðinu og lesa heimspekibækur og tala þessi stóra heimspekilega pæling, erum við með frjálsan vilja? Já. Og þá var einhver heimspekingur sem sagði að þú getur horft á þetta þannig að þú ert inn í stóru rými með fullt af fólki og það eru dyrar og dyrnar eru lokar. Skiptir einhver máli hvort þær eru læstar eða ekki ef að þér líður eins og þessi opnar. Þér líður eins og þú getur opnað þér. Já. Þannig að ég er ástæðan fyrir að segja að þetta er bara, ég sé fyrir mig meira frelsi, en síðan getur vel verið að ég myndi ákveða að, sko, þegar ég væri komið með ultimate möguleiki frelsi, að þá myndi ég ákveða að ég hægi lífi mínu eins og ég hafi ekki frelsið, skilur þú hvað er að fara? Já, hafa valmöguleika. Já, ég meina, þú veist, ég myndi kannski enda og segja bara, ég vil bara vera stærsta hlutan ára á Íslandi, en ég vil geta valið. Einmitt. Skilur kannski verður stærsta hlutan innkomunu minni frá podcastinu, en ég vil ekki vera háður í. Nei. Þannig ég sé fyrir mér að það sé meira bara þannig að ég sýni sjálfu mér það að ég sé ekki háður einhverju og svo vel ég og síðan líka bara þú segir eftir 10 ár að veist, það er alltaf að kemur kannski með aldrinum að bara gera gagn. Þú veist, þegar maður horfir tilbaka, þú veist, það er gott að hugsa að þjána peninga, gott að hugsa að koma sér vel fyrir og allt þetta, en líka bara geti sagt, eins og bara með bókina sem við nefndum 2019. Ég verð alltaf svo stoltur að það er svo mikið af fólki sem er búið að segja við mig bara ég las bókina þín og hún breytti lífið mínu. Já. Það finnst mér vera svona ultimate, skilur, ef maður væri að horfa á jarðarförina sína. Hafa áhrif. Var ég að hafa áhrif og gera gagn og var ég að ganga veginn til góðs, sko. Þannig að mér langar að stíga ennþá meira inn í það, auðvitað kannski ekki gott að vera að setja pressa á sig að maður eigi að vera eitthvað hérna, en þú veist, það er alltaf gott ef að það sem þú ert að vinna við er að gera fólki gagn. Já. Og eitt af því einmitt að því við erum búin að tala um podcast, það er bara, mér langar að vera ennþá heiðarlegri og ef ég er með einhverja skoðanir eða eitthvað sem eru óvinsælar, að bara, þú ert kannski að bíða eftir einhverjum öðrum til þess að segja þessa skoðun. Ég fari meira í bara, ef ég gera það ekki, hver er þá að fara að gera það? Já. Ekki, ég ætla ekki að, eins og í COVID, ég ætla ekki að bíða eftir einhver annar þóra að fara á móti meginströmmnum. Nei. Ég bara gera það sjálfur. Já. Þú veist aldrei hvað það eru margir að bíða eftir þér. Já, einmitt. Skilur, þannig að það er annað sem ég er búin að hugsa svona í gegnum þetta, akkur ég var í settur í gegnum hennan hreinsunareld, sko. Eitt að ég er með þetta, skilur, að bara stíga lengur og lengra inn í að vera hreinn og beinn, þú veist, þannig að það var eitthvað pólitískur inn í lokin og fólk er að horfa á þetta út frá mjög ólíkum vinklum með kosningarnar í Bandaríkjunum. En einhvern veginn bara að maður megi ekki segja það að maður hefði freka kosið Trump en Kamala Harris. Þetta er bara þvættingur. Þú mátt bara kjósa það sem þú vilt og þú mátt segja segja þínu skoðan. Ég er bara galið að við getum ekki haft ólíka skoðanir. Já. Bara galið. Og þú veist, það er búið að vera ákveðin fasismi í gangi, svona skoðanafasismi. Og þeir sem einhvern veginn halda á réttu skoðuninni, þeir fatt ekki hvernig það er að þú ert í einhverju matabóðu, þú þorir ekki einu svona að segja það sem þú ert að hugsa, það er hundleiðilegt, sko. Já. Og ef þú segir það sem þú ert að hugsa, þá er allir búin að setja matabóðu bara í uppnám, skilur. Að hverju, skilur, einu sem þú varst að gera var að segja þínu skoðun. Einmitt, fólk ætti að geta rökrætt og ekki verið sammála. Já. Þannig að mér finnst það að vera svo mikilvægt, einhvern veginn, ef maður er að hugsa
við hugsum bara hvers vegna ég hérna? Jú, ég að miðla, þú veist, það svona það sem kannski karýrin minn Já. það finnst mér svo mikilvægt að því ég pínu, þú veist, það eitthvað sem gerist í þessum meginströms fjölmiðlum, það alltaf verið að miðla vinsælustu skoðuninni hverju sinni, það verða einhverjir að taka það á sig að bara, heyrðu, hérna, ég ætla að rétta upp hönd og segja bara, það önnur skoðun hérna, hún kannski ekki vinsæl akkurat núna, en eftir 2 ár, þú veist, minnst ég svolítið hafi verið að sjá, þú veist, hérna, eins og bara í COVID, allt í einu, þú veist, það alveg gott að geta sagt 2025, ég óbólusettur. Já. Ég var ekki að setja upp grímu nema bara þegar mér var skipað að gera það. Af því að samfæringi mín var bara að þetta væri eitthvað skakt við þetta. Ef þú sagðir þetta á þessum tíma, þá áttu bara að senda það út í Grímsey í fangabúðir. En ef þú segir þetta í dag, þá, svona, já, heyrðu, það kannski rétt að þér. Einmitt. Og sama eins og með, þú veist, allan hennan trillingi kringum MeToo-dótið, örugglega margt fínt við þá byltinga, en bara þetta fór alltaf langt. Já. Og mér stundur svolítið svona, ég vil að mitt hlutverk sé að benda á þegar við erum að fara inn í nýja múgsefjunar trilling. Ég ætla að vera gæðin sem að reyna að benda á það sem allra fyrst. Já. Þannig að ég geti sagt, ok, þið voruð öll ósamála mér hérna fyrir 2 árum. Já. Nú eru þið bara dálítið mörg orðnir, að því þetta bara, ég lærði sálfræði og félagssálfræðin var uppáhaldsfagið mitt og þetta bara mannkynssaganir þannig að hjörðin fer í einhverja átt og svo þegar rykið sest, þá föttum við, já, þetta var röng átt. Já. Þá dáist maður að fólkinu sem þorði að benda á að við ættum að vera að fara í aðra átt þegar það var óvinsælt. Já, einmitt. Verið ekki meðvirkur. Nei, og bara þú þarft hugur ekki til þess, sko. Þú veist, eins og bara þingmennindir sem að töluðu gegn COVID, þú veist, þetta ekki auðvelt, sko. Og þá hugsaði ég bara, ok, hvort sem ég sammálið og ósammálið þessari manneski, þá er hún að sýna mér hún hugrak. Einmitt. Og þú ferð inn á Alþingi og sverð að þú ætlir að vera trúr þinni samfæringu. Já. Þá það eina sem ég bið frá þér að þú ferð í stjórnmál, að ég vil vita hver ég hef þig. Einmitt. Flott ef ég mjög ósammálaðir, af því þá veit ég að þú ert líklega að segja mig satt. Því ef þú ert alltaf að reyna að geðjast eða vera kameljón og fara í hlutverk, þá veit ég ekkert hver ég hef þig. Nei. Einmitt. Heldur þú munir hérna gefa út aðra bók? Við erum ekkert búin að ræða það að þú náttúrulega gafst út aðra bók 2023, var ekki Skuggar? Jú, og það var einmitt, ég gekk svolítið nærri sjálfur mér í því, sko, að ég var að tala allt og ferli og svona, þannig að akkurat núna það pínu eins og þú veist. Það engin hugmynd. Já, þetta svona eins og kona sem að eignast barn og þú veist, þegar hún nýbúin að eignast barnið þá bara aldrei aftur. Svo þú veist, líður tíminn. Þannig að akkurat núna líður mér eins og svona, það ekki að kalla á mig. Nei. Að því svo þetta líka bara breytast svo mikið, skilur miðlun, að fólk svo mikið hægt að lesa bækur. Já. Það meira að fara að hlusta á bækur og þá kemur einmitt þessi spurning, skilur, ef ég væri að fara að gefa út einhverja bóku núna, á ég endilega að gefa hann út á skrifuðu formi eða ætti ég kannski bara frekar að gefa út 6 podcastæði. Já, skilur, þetta á endanum bara að koma einhverjum upplýsingum á framfæri og bókin, mér persónulega finnst gaman að vera með physical bók og lesa og það hjálpa mér svona að róa mig og, þú veist, hvíla með þess á símónum og öllu þessu, en neyslan bara að fara í þá átt að bókin að verða pínu úrelt, sko. Já, það alltaf að koma á öðru formi. Já. Einmitt, glæsilegt. Við erum búin að fara viðan völl. Nákvæmlega, 2 tíma ekki? Er eitthvað sem þú vilt bæta í við á lokin? Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? Nei, bara gaman að koma til þín. Já, það bara heiður að fá þig. Það bara geggja. Dásalega. Og búið að vera bara mjög gefandi líka að fá að kynnast þér. Já, sömuleiðis. Síðust ár, búin að læra mikið. Já, bara sömuleiðis. Bara virkilega gaman að kynnast þér og gaman að koma til þín. Já. Og gaman að fylgjast með þér líka í podcastinu, sko. Og þú ert að gera ákveðna hluti sem eru svona nýs. Þú ert að taka ákveðna tegunda viðtölum við fólk sem í viðskiptum eða ákveðna tegunda ferli og þú veist, þú myndir hvetja þig til að bara halda áfram í, þú veist, þú veist ekki, ég pínu út allt í mínu og ég hef alltaf hort á það sem mitt hlutverk. Ég gæðin sem, ég tek íþróttamann á mánudegi, stjórnmálamann á miðvikudegi, samsæriskenninga kalla á föstudegi, skilur. En mér geggja það, þegar þú ert að servera hlustendahópnuðinu þannig að fólk, ok, það bara ákveðin hópur sem vill þetta content, skilur. Já, ég vil líka halda alltaf bara sama struktúr, alltaf að fara í gennum tímalínu, þannig að þú veist alltaf við hverju ert að búast. Einmitt. Þú veist, þá ekki að fara of djúpt út í einhver ákveðin umræðefni eða topic, sko. Einmitt. Það alltaf bara nóg öðrum podcastin sem að gera það, sko. Einmitt, og það það sem gaman, þú veist, það að hafa þetta ólíkt, sko. Já, einmitt. Finna sína hillu. Heyrðu, glæslega, bara takk aðeinslega fyrir að gefa þér tíma og koma.
bara mjög gott spjall. Takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farðu inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loftið.